Fyrir þá sem að hlusta, þá byrjum við klukkan á slaginu 8, þannig að hljóðið ekki komið á. Núna. Góða kvöldið og velkomin í Bjórkastið. Frosti Sigurjónsson, rekstrarhagfræðingur, frumkvöðl og fyrrverandi alþingismaður. Þú situr hérna á móti mér. Sælir. Við vorum svona veltaði fyrir okkur hversu mikið ég ætti að kynna þig inn, en þú varst þess að fyrir Framsóknarflokkinn á Alþingi 2013-2016 og þú varst formaður efnahags- og viðskiptanefndar og varst einnig í bankaráði Seðlabanka Íslands. Þú gefur með Sigmundi Davíð inn á sínum tíma í stjórnmála, þegar ekki? Jú, ég með skólaði hann inn eftir hrunið. Ég tók svona þátt í baráttunni gegn ISAF og hef verið svona frumkvöðli, aldrei verið neitt í pólitík og bara verið í rekstri og rekstrarhagfræðingur, menntað sem slíkur og tekið þátt í rekstri ýmsara fyrirtækja. Já, varst fórstjóri Nýherja, stjórnarformaður CCP og Dúhopp með stofnandi. Fjármálastjóri Marel og svona ýmislegt sem ég fekk að prófa. Já, þetta ágætt ferill. Já, mjög skemmtilegt sko. Alltaf gaman að læra, mér líka mjög lært og sýkt að fara á Alþingi og vera þar eitt kjörtímabil. En mér hugnaðist ekki að vera lengur sko, að fara að gera það aðalstarfi. Nei, einhver svona rauðu þráður í þessu, í ferlinum, finnst þér? Prófa nýtt, Já. læra og ég alltaf að læra. Ég held ekki að flestir sko, svona bestu mennendir sem ætti að vera á Alþingi, þeir vilja ekki vera þar og alls ekki vera þar lengur. Svo ertu með þess að þaulsetni menn, sko, 20 pluss ára menn marga sem að maður svona... Ég verð samt að segja að á þingi meðan ég var þarna voru nokkri góðir sem voru bara góðu þingmenn og var þeirra áhuga mál og voru líka frábærir, en ég var líka með náttúrulega síður góðum þingmennum. Það er bara bland í póka. Já. Þú varst að gefa út þessa bók, ESB. Páskabókin í ár. Það er páskabókin í ár. Getur þú sagt okkur aðeins frá bókinni sem þú varst að gefa út? Endilega. Stuttum máli. Já, þetta er sem sagt bók bara sem að þegar ríkisstjórnin var mynduð og kynnti þessi áform að fara að spyrja þjóðina hvort þetta taka upp viðræður aðildarviðræður, þá fór ég rifja bara upp sjálfur málið og athuga hvernig staðan væri á Evrópusambandinu, svo hugsaði bara, ég skrifa bara bók um þetta, tek þetta bara saman og þessi bók fjallar sem sagt bara ekki kost og galla aðildar Ísland, hún fjallar ekkert um Ísland, hún fjallar bara um hvernig er Evrópusambandið, hvernig er ástandið þar, hvað er þeir að glíma við, hvernig er svona efnahagurinn, er spilling í Evrópusambandinu, er ánægja, hvernig gengur að halda stjórn á landamærunum sínum, hvernig er hernaðamáttur þeirra, þetta er svona bara eins og þú verður að fara að skoða hús, kannski fara að kaupa það, eða eitthvað, og sjá bara, fengir eitthvað smíð að kanna svona hvort það væri í lagi með stóðirnar. Já, þú útskýrir ferði við söguna og þróunina, landbúnaðarstefnuna, veiðistefnuna, utanríkis- og öryggismál, evruna, fjármálakreppuna, landamærasamstarfið og Brexit og ýmislegt annað. Þannig að þetta er kannski góð yfirferð og greinlega ekki alltaf löng bók heldur. Þetta er svona rúmar 100 blaðsíður, því þægileg lesning, þægilega stórt litur. Já, hún er til, þú veist, á vefsíðinu hjá mér og í bókabúðum og svo er líka gerðu greindan að lesa inn, þannig að það er að hlusta á hana Spotify eða Storytel og svo er hann líka til rafbók og fólk getur bara náðið þetta og er reynda að stilla verðinu bara í hóf, þannig að allir getur kynnt sér málið, vegna þess að ég held að Evrópusambandið er búið að þróast alveg greiðarlega mikið síðan til dæmis 2009 þegar viðræður hófust síðast og Bretar eru gengnir úr því og það er búið að setja heldur 25.000 nýja reglur í Evrópusambandinu síðan. Já. Þannig að þetta er ekkert sama fyrirbærið og þá. Þú gefur þessa bók út sjálfur, eða ekki? Jú. Bara einn úrstundur. En við höfum eftir að kynna kannski rétt að við kynnum Jón Þormar til leiks, hann er náttúrulega á Spáni
og viljum ekki halda honum fyrir utan umræðuna Þú ert sæll Jón. Já, sæli drengir, það er ekkert leiðilegt að vera komin aftur til ykkar. Mér finnst það ótrúlegt að sjá að ég bý á Spáni en ég er yfirbyrða fölasti maðurinn í... Það er búið að vera rosa gott viður Þetta er ekki gott, ég það greinilega að fara að vinna í þessu. En ég var ánægður með þessa upptalningu að náðan. Ég var svona að spá í á tímabili, Frosti, hvort það hefði verið þægilegra hreinlega bara að telja upp það sem þú hefðir ekki gert. En mér fannst það best að í öllu að þú varst bara þarna eitt kjörtímabil á þingi og hugnaðist ekki að vera lengur. Þetta svona, ég er sammála Sverri, maður vil sjá fleiri svona þingmenn sko. Já, kannski væri það bara svolítið ágætt að fólk væri ekki, færi bara, væri svona hálfgerð skylda að fara þarna. Það var náttúrulega upprunalega hugmyndin hjá Aristoteles og Plató að menn gætu bara gengt þekkskyldu svo og svo lengi og svo mættur ekki koma aftur að því og þetta var gert þess að forast frá spillingu og við höfum brotið þessar grunnreglur í rauninni. Já, það eru atvinnupólitíkusararnir sem eru bara mjög vel menntaðir í því og allt slíkt en ég kem nálgast þetta með allt annan bakgrunn og aðra reynslu og það er svolítið frústrerandi kannski þú ert búin að vera að reka fyrirtæki að stofna fyrirtæki og ert í slíkum teimi það sem er mjög skýr markmið og allir vita hvaða þýðir að vinna eða tapa og koma svo inn í þennan þessa dýnamik sem er bara allt öðruvísi og menn eru kannski ekki, þú segir kannski eitthvað að menn snúa bara út úr því sko, það er ekki kannski gert í vinnunni, þú ert ekki að snúa út úr fyrir félagið. Já, ég veit alveg að þú veit ekki, eitthvað svona hlutir og alls konar leikir, pólitíski leikir sem eru mikilvægir í þessu en mér leiðast alveg greiðarlega sko. Ég vil bara segja hvað viljum við gera hér og reynum að gera gott fyrir landið og þjóðuna, vinna saman. Og mér fannst, svona með tímana, þá náði ég mjög vel góðu sambandi við marga þingmenn í mörgum flokkum, ekkert endilega bara í mínum flokki, Framsóknarflokknum, og bara fínu samstarfi. Það tók svolítið tíma að svona fá það á mitt band. Ég var náttúrulega formaður efnis og viðskiptanefndar þurfti að vinna með mörgum, bara fólk í öllum flokkum, reyna að klára mál. Heyrðu, áhugavert. Við erum að spá í að Dembogu var að beint inn í ESB-umræðana, hún er svona heitust akkurat núna og ég held að þessi bara rosalega margir áhorfendur sem eru að velta þessu fyrir sér. Ég held að það sé ríkur meiri hluti akkurat í augnablikinu sem er á móti Evrópusambandinu. Það er svona bendir ýmislegt til þess allan að samkvæmt skoðanakönnunum en var það ekki réttast að spyrja þig hvað mælir með Evrópusambandinu og hvað á móti, svona í stuttumáli? Sko ég er nú ekki, til dæmis fyrir Luxemburg og Belgi og löndum sem eru þarna, það getur vel verið að það sé sniðugt fyrir þau að mynda sér svona bandalag. En enda eru þeirra hagsmunir svipaðir, þau eru bara búa við svipar aðstæður, Þýskaland, Frakkland, þetta er allt meginlandinu og svona, er að upplifa sem er hlutina svolítið. En við erum hérna á Íslandi mjög langt frá þessu með allt aðrar aðstæður, við erum fámenn þjóð og við þurfum í rauninni að geta brugðist við þeim aðstæðum sem hérna eru sko. Og við getum ekki ætlast til þess að fólk sem er að stýra 450 miljón manna Evrópusambandi, að þeir séu eitthvað hugsa um það hvað við forríku Íslendingarnir upp á Íslandi, hvað við þurfum strax. Það er bara allt í einu að koma hérna að loðna eða ekki loðna eða að koma allt í einu bara eitthvað hrun í túrismanum eða svaka uppsveifla í túrisma eða eldgos. Þeir með ekkert vera að spá í þetta. Við þurfum að hafa hér mikla sjálfstjórn að geta brugðist þessum óviljulegu aðstæðum sem eru hér hjá okkur. Það eru bara mikið náttúruöfl og náttúrulega auðafi og ég held að það sé óvitulegt fyrir okkur að delegara eða framselja stjórn okkar mála þangað sem að myndi gerast ef við myndi ganga í Evrópusambandið, þá þurftum við að fara undir þeirra fiskveiðistefnu, landbúnaðarstefnu og annað slíkt nema hægt sé að fá bara þvílíkar undanþágur að þetta sé bara alveg óbreytt eins og er núna. Ég tel ekki að við getum framselt neitt meira vald til Evrópusambandsins sem við höfum þegar framselt mikið í gegnum evrópska efnahagsvæðið. Til dæmis loftslagsmálin sem eru að stórskaða okkur þar sem eru að leggja á flugfélag Íslands losunargjöld sem bara einhver samræmi og geta ekkert leitt inn eins árangurs því að við höfum engar lestir til þess að í Evrópusambandinu og líka annað því að ef við verum í Evrópusambandinu þá hafa verið hlustað á okkur eitthvað svoleiðis, það er bara ekki svoleiðis vegna þess að við erum 400.000 og þau eru 450 milljónir og það er mjög margt sem bjátar á í Evrópusambandinu að menn vilja kynna sér vandamál þeirra sem eru hrikaleg. Við náttúrulega með upptekinu okkar vandamálum á margt sem við getum bætt á Íslandi en samt þegar maður fyrir að skoða þetta, hver eru þeirra vandamál það fjalla bókin.
Sko, þá kemur í ljósa að lífeyrissjóðin, þeir eru ekki lagt í lífeyrissjóði, til dæmis. En við erum alltaf þessi lífeyrissjóða kerfi. Já. Það er að segja að við leggjum fyrirfram inn í kerfið Já. á meðan að þeir eru með svona gegnumstreymiskerfi. Já, Þannig að þeir skulda í rauninni allan lífeyrin. Já, ég fór að skoða þetta og það kemur í ljós kannski fyrir utan Holland og Danmörku, þá eru öll stóru löndin með svona gegnumstreymiskerfi og það þýðir að þú leggur ekki lífeyrissjóð fyrir sjálfa þig, heldur færð þú lífeyri frá þeim sem eru vinnandi menn á þeim tíma þegar þú ert eldri. En vandi Evrópusambandsins er að vinnandi fólki fækkar og öldruðu fólki og ellilífisþegum fjölgar. Og bótaþegum. Og bótaþegum og allt slíkt. Já, En lífeyriskerfin, ef maður reknar út skuldbyttinguna, ef það ætti að greiða því fólki sem að býr í Evrópusamtinu þannig bara í Frakklandi eða á Spáni lífeyri, þá er það 4 þjóðarframleiðslur í bara eitt og sér. Einu landi sko. Og svo skulda er þegar held ég ríflega 100%. Eitthvað sem er eina þjóðarframleiðslu. Þannig að þetta eru 500-600% GDP sem þið skulda. Já, og það er í rauninni óleyst vandamál. Já. Og menn eru bara að loka augunum og horfa í aðra átt og segja ég ætla ekki að hugsa um þetta. En máli er að þetta mun gerast og það er kannski bara 10, 15, 20 ári í þetta. Og þetta er eitt vandamál. Hitt vandamáli er að þeir eru með rosalega litlar náttúru auðlindir. Það með segja bara skóar og landbúnað héruð. Þeir hafa ekki miklu olíu, gas og málma, bara mjög lítið. Og það litla er ekki eins og nýtt. Og mega ekki heldur nýta það sem þeir hafa. Sko. Þeir getur kannski breytt þeim reglum, þú veist það getur vel verið. En samt sem aður þá þurfa að flytja inn 80% af sinni orku, olíu, og þeir þurfa að flytja inn bara næstum í öll hráefni til iðnaðar og eiga ekki lengur þessar nýlendur sem þeir áttu og mörg sögu. Og núna eru þeir bara í mjög vondum málum. Þeir eru líka ekki hernaðabandalag, þeir eru tollabandalag. Þannig að vald þeirra á áhrif til þess að vera player eins og Bandaríkjamenn, Kína, kannski Rússland og Indland mun verða, þá eru þetta bara lítil dreifð ríki sem eru orðin svona skelmingur lostun og gömul og eru eiginlega að tapa geiminu og þá vilja terkisráðherra Íslands stingu på því að Ísland gangi inn í Evrópusambandið þeir aldrei litið ver út framtíð þess hefur aldrei verið óvissari og meðan á Íslandi þá eru við á efsta sæti lífskjaralista Sameinuðu þjóðanna í öðru sæti Noregur, þriðja sæti Sviss ekki þessar landir í Evrópusambandinu ekki þessar landar með evruna öll þessi landir eru með sjálfstæðan gjaldmiðil svo að vera hamra á því að krónan sé ónýt og við verum að fá evru þetta er allt bara stækasta bull vegna þess að þegar maður sér hvað fór fyrir Slóvakíu sem tók upp evru rétt fyrir hrun og síðan Pólland sem er svona svipuð lönd svipuð stíði komin í Evrópusambandið á svipuðum tíma með minnir þá séð maður bara síðan hefur bara gengið mjög hægt í Slóvakíu en mjög vel í Pólandi en þeir eru þeim með sinn sjálfstæða gjaldmiðil hann gat fallið 30% í hruninu en Slóvakíu var fastgengi stefnu og í rauninu þurft að fara í innri gengisfellingu og síðan hefur verið 3-4% herra 3-4% stöðum herra atvinnuleysi í Slóvakíu. Útskýru þetta aðeins kannski betur fyrir okkur. Þegar þú gengur í Evrópusambandið þá missur ákveðin stjórntæki í efnahagsmálum og það er til dæmis að vera með lítinn gjaldmiðil getur verið hagstætt undir ákveðnum kringumstæðum. Já, það er nauðsynlegt ef þú ert með sveiflukennt hagkerfi eins og við erum með. Akkurat, og geta gripið hratt inn í og ekki vera með stóra bjúrokrasíu. Valkosturinn við það, ef þú segir ég ætla ekki að vera með lítinn og sveigjanlegan gjaldmiðil og þú ert í hagkerfi sem er að takast á við efnahagsáföll, túrismi eða kemur eða fer eða eldgos hér eða Grindavík allt í einu og svo ykkur heimsfaraldur og svona eða þá við finnum olíu eða eitthvað svona. Það getur alltaf verið mikla sveiflu fyrir svona lítið hagkerfi. Lausnin á þessari sveiflu er sveigjanlegur gjaldmiðil sem getur tekið við þessu. Til dæmis ef það kemur bakslag og þú ert ekki með sveigjanlegan gjaldmiðil eins og getum skerist í Grikklandi þegar lendi í hruni þá verður að fara í bara að lækka laun á línuna. Allir verður að lækka launin svona 30%. Það er erfitt. En gerum við það ekki einhverju leiti hérna til þess með verðbólgu að lækka laun allra þegar það svona kreppir að? Það gerist á línuna hjá öllum, en ef þú í Gríklandi gerir þetta með því að lækka launin, þá segja allir, ég vil ekki að þú lækki mín laun og það verður mjög mikið pólitískt erfitt að gera það, og meðan þetta gerist bara yfir nótt, þau eru með sjálfstæðan gjaldmiðlinn bara leysir þetta, peningastefnan, þá er þetta svona pólitískt mjög erfitt verkefni að fara í það að lækka laun hjá öllum í samfélaginu og þú lendir alltaf við því að lækka laun hjá þeir sem eru
sko viðkvæmastur og geta síst varist í. Og svo þeir sem vil ekki lækka laun síðan missa vinnuna og svo komið stóran hóp af 1000 manna sem atvinnuleysir. Við höfum verið heppin. Við sjáum það að þessi gjaldmiðill sem við höfum haft, hann hefur dugað okkur vel til þess að komast frá því að við reyna fátækari þjóðum Evrópu til við erum núna einn ríkasta þjóðan í Evrópu og þá til dæmis ef við skoðum bara þjóðatekjur mann sem ágætis mælikvarði, þá erum við með 2-falt hærri þjóðatekjur mann heldur meðaltalið í Evrópusambandinu. En það líka allt næstu 2-falt dýrar hérna. Og við erum með 8 sinnum held í hærri þjóðatekjur heldur en í Búlgaríu eitthvað svona. Við erum bara forrík og líka það að ef við horfum tilbaka þá var Ísland skuldugt og vextir voru háir og það var mikla sveiflur og svona. Núna eru hérna, og við vorum alltaf byggja upp alla innviði og byggja upp hérna orkuverin og allt slett áttum ekki neitt og þurfum að fá lán fyrir öllu. Og þá var sjálfsög mikil dýrtíð og vextir og verðbólga. Við þurfum ekki að halda að það verði áfram vegna þess að núna er þjóðin þannig að við eigum meiri eignir í útlöndum heldur en skuldir og við erum orðin eina ríku þjóðunum. Það mætti alveg segja að það er í rauninni nóg framboð á lánsfé á Íslandi. Lífeyrissjóðnir hafa verið að færa sparnaðin úr landi sko gríðarlega mikið af miljörðum, 100.000 miljardar úr landi, tekið gjaldurinn sem kemur frá ferðamönnunum og útflutningnum og nota það til þess að kaupa skuldabréf erlendis í staðin fyrir að lána hér innanlands sem hefur þá keyrt vextina niður. Af hverju? Já. Af hverju? Það er skynsamlegt að vissuleiti að dreifa áhættuna lífeyrissjóðakerfinu, að láta það ekki allt fjárfesta hérna innanlands. En ef þú gerir þetta mikið, þá náttúrulega bæði veikjur í gjaldmiðluna því að þú ert að selja krónur, kaupa gjaldmiðil og það er það sem er búin að gera fyrir sko að þeir lífeyrissjóðunir okkar eru hátt í 9.000 miljardar, einmann rétt, og þeir eru nýlega búin að fara út með 4.000 miljardar bara svona 15 árum. Já. Skiljiði, það er rosalegt útstreymi. Þetta stoppar, það er ekki hægt að halda þessu áfram vegna þess að þeir mega ekki samkvæmt lögum verið með meirinn helmingin eignunum erlendis. Vegna þess að þegar svo þurfum við að taka lífeyrin, þá er helmingurinn af okkar sko neyslu sem gamlingjar, innflutningur og helmingur innlendur. Þannig að þeir verða eiga 50-50 krónur og gjaldmiðla til þess að geta greitt staðið undir þessu í framtíðinni. Ég er líka varamæður í stjórn lífeyrissjóðs, þannig ég fengi að kynast þessu svolítið. Og þannig að við erum í þessari stöðu að við erum að rík þjóð, háa þjóðatekjur á meðan Evrópusambandið er svona, það eru vissulega ríka þjóðir eins og kannski Luxemburg og Danir og fleiri sem eru bara velmegandi þjóðir, Svíar og Finnar, en ef maður skoða Finnar sem eru konum með evruna þá gengur þeim til dæmis bara ekki eins vel og Svíum. Ég er ekki að segja að evran sé eina ástæðan fyrir því, það er ýmislegt annað, en það er atvinnuleysi orðið hátt og þeirra geta til að bregðast við aðstæðum ekki eins góð eins og til dæmis í Svíþjóð eða Noregi. Og ég held að við þurfum átt okkur á því að velgengni Íslands og þetta hvernig okkur til dæmis tókst að reisa okkur upp eftir gríðalegt fjármálahrun sem bara var rosalegt. Það var að setja á gjaldeyrishöft og allt fór hérna í skrúuna og ég tók þátt í að greiður þessu bæði sem þingmaður og síðan í bankaráðinu og upplifði þetta allt saman að þetta hefði ekki verið hægt á þess að við varum með sjálfstæðan gjaldmiðil og þetta hefði, til dæmis ef við hefðum verið í Evrópusambandinu þegar þetta gerðist þá hefði eins og þá hefði mjög ólíklegt að við hefum getað unni málið fyrir Evrópudómstólnum, við unnum það fyrir EFTA-dómstólnum og forseti EFTA-dómstólsins Karl Baudenbacher, hann hefur sagt í sínu umsögn núna, hann segir að við eigum ekki að ganga inn í Evrópusambandið, við höfum að halda okkur inn í þessu EFTA og EES samstarfi þar sem er hægt að taka tillit til okkar sérstöðu og þar sem við getum haft raunverulega áhrif og dómsvaldi fer ekki svona langt frá okkur eins og það myndi gera við færum inn í Evrópusambandið. Ég ætla nú ekki að hafa þetta lengra þetta er mjög áhugavert sko. Ótrúlega fjölbreytt en ástæði fyrir því að ég vil ekki kannski gangi í Evrópusambandið og ég veit að það er, ég held að sé rétt hjá okkur að almennt vill íslenskur almennt ekki gangi í Evrópusambandið og þeir sem eru á móti eru miklu stærri hópur, þeir sem eru harðir á móti heldur en þeir sem eru harðir með, það eru kannski 15%, 20% harðir með, þá er það tvöfalt stærri alltaf hópur sem er harður á móti.
þannig að ég hef ekki trú á því að þetta sé neinn sko, bara ég til dæmis ekkert að biðja neitt samning sko. Það er ekkert frekar en það að ég ætti eitthvað bíl og ég bara vil ekkert skipta bíl. Ég vil bara vera áfram í bílnum minn og sitja við stýri. Ég vil ekki endilega semja við eitthvað að taka yfir stjórn á bílnum minn. Ég bara ástandið bara þannig að það skiptir einhver máli hvernig samningurinn lítur út. Evrópusambandið er bara Evrópusambandið. Já, og það bara skiptir máli hvert ástandið á Evrópusambandinu er. Og svo það á svona einhvern, ef maður lesi í gegnum þróunna, hvernig hefur þróast, alveg frá því að bara eftir stríð þegar verður til, þá kemur í ljósa að þetta er alltaf að þróast þannig að það fær alltaf meira og meiri áhrif frá aðildarríkjunum til miðstjórnarinnar sem er svona svo lag ofan á lýðræðið af embættismönnum. Þetta minkar lýðræðið í löndunum, en þess að það eru konur ykkur embættisteknokratar sem búið til lögin til þess að sé allt svona samræmi og bara með hverju uppfæslu á sáttmálum Evrópusambandsins hefur meira vald verið flutt til Evrópusambandsins til dæmis bara. Alltaf meira og meira miðstýring. Alltaf meira og meira miðstýring og það er náttúrulega ekki gott fyrir svona jaðarsvæði eins og Ísland myndi vera. Og svo er stefna margra helsta lykilmanna Evrópusambandsins að þetta verði Bandaríki Evrópu og þá við fylki í því sko. Og reynið svo að sjá eitthvað fylki í Bandaríkjunum og segja, heyrðu við ætlum að hætta fyrir Bandaríkjunum. Það er ekkert hægt að ganga út af Evrópusambandinu með neinum, það er ekki auðvelt. Bretum tókst það og ef maður væri búin að taka upp evru þá var það mjög vandarsamt. Líklega ómögulegt. Mér langar að henda boltanum aðeins yfir til Jóns. Ég sé að hann er með spurningu tilbúna. Já, ég nefnilega sko ætlaði að minnast á þetta með Breta. Nú Bretar rauninni eina svona þjóðin sem að hefur gnótt af jarðmálmum og svoleiðis, allavega ekki áttu, það er ástæðan fyrir að þeir voru svona undan í innbyltingunni. Finnar voru einmitt eins og þú sagðir, þeir voru að fara fram úr Spánverjum yfir mesta atvinnuleysið í álfunni fyrir ekkert löngu síðan. Þannig að það er heldur betur ekki gott. En ég er líka sko ég er alltaf að velta að finna frá svona bara sjónarhorni hins almenna plebba eins og mín svona, sem að ekkert svona einhverja últra þekkingu á málefnu endilega. Mér finnst svo skrítið að fólk sem að vantreystir stjórnvöldum, talar spillingu hjá stjórnvöldum og allt svoleiðis, heldur bara í alvörunni að það sé minni spilling þegar þú komið með ríkisstjórn ofan og ríkisstjórnaðina og þessi ríkisstjórn þarf ekki að svara til ábyrgðar til neins í raun. Það er engin almenningur sem þetta fólk þarf að svara til. Það gerist ekki. Þannig að svona, getur þú sagt okkur aðeins hvernig miðstýringin þarna virkar? Hvað er þetta mikið af fólki? Hvað er þetta mörg lög ofan á? Já, það finna við þetta. Það er kannski 30.000 manns að vinna þarna við að miðstýra þessu. En það eru 30.000 líka svona málafylgjumenn eða lobbyistar skráðir í Brussel sem í stöðu og samskiptum við þessa embættismenn, málafylgjumenn. Eins og í Bandaríkjunum. Þetta er miklu fleiri. Já, þetta er algjört heimsmet. Okay. Og þessi 25.000 manns eða 30.000 manns, þeir eru í því að halda fram hagsmunum stórfyrirtækjana. Það er lyfjafyrirtækjana og iðnfyrirtækjana og orkufyrirtækja og alls konar og jafnvel erlendra stjórnvalda eins og Kína eða eitthvað slíkt. En þeir starfa þarna og eru í stöðugum samskiptum við þá sem setja og búi til lögin. Sem sagt, fólkið sem mætti segja hagsmunasamböndtök heimilana eru með kannski 3% af þessum lobbyistum. Þannig að það er ekki verið að hlusta á fólkið og svo er annað við þetta þegar þú komið 450 miljóna markað þá er svona sagt ávinningurinn að ég vera spiltur miklu meiri heldur en hérna á Íslandi sem er það eiginlega bara að borga sig ekki. Svo lítið upp úr því að hafa held ég. Það er rosalega mikið upp úr því að hafa á 450 miljón manna markaði. Til dæmis þegar Úrsula var að gera samningin kaupin á bólefnunum fyrir COVID þá var það tugir milljarða evra samningarnir. Hún keypti margfalt meira heldur en þurfti og lauk samningunum í einhverjum símskeytum við forstjóra Pfizer. Hefur ekki viljað afhenda þessi skeyti og rannsóknarnefnd sem sagt fær ekki gögnin og þetta er bara rannsókn í gangi og þarna hafi eitthvað verið pottubrotinn svo átt að leyna samningunum og alls konar svona hlutir. Allt þetta gegnsæi sem er svo mikilvægt í lýðræðinu er í rauninni fótumtróðið þarna og mér líst ekkert á það þegar menn eru hérna heima að segja Íslands er spilt, eflustu spilling hér en ég hef búið í Suður-Fraklandi og nú erum við hérna með mann sem býr á Spáni. Þetta er allt saman kórdrengir hér á Íslandi með það sem ég var að kynast það niður frá. Bara
þetta er djók sko. Íslendingar verða að prófa að búa einhver staðar í Suður-Evrópu áður en þeir fara að tala íslenski spild. Eða í Austur-Evrópu. Hann var nú að koma upp hann sósíalistan á Spáni, Jón, var það ekki? Hann var búinn að vera að dæma hann í eitthvað svakalega fangelsisvist sko. Það var gammalt forsætisráðherra, man ég það ekki rétt? Jú, og svo náttúrulega verið sko að rannsaka konunars Sanchez og bróðir hans dæmdur og næsti ráðgjafans dæmdur og það var 100.000 að ganga í Madrid í dag, eða var það í gær, ég held að vera í dag, til að mótmæla það, þú sér þetta hvergi, þetta er ekki í miðlunum, neinum á íslensku miðlunum, þetta er rosa furðulegt og spillingin er náttúrulega svo svakaleg og það er gaman að segja frá því að fyrstur íslenskra miðla til að segja frá SMS-geitunum, það var ég, broadcast, ég tek kredit fyrir það og svo skulum við ekki gleyma því að ESB er nýbúið að dæma, nýbúið að handtaka slatta af fulltrúum einmitt fyrir svona lobbyisma. Þau voru að taka gífurlegan pening frá stórfyrirtækjum einmitt og ég held að það hafi verið 10 eða 15 sem voru handtekni fyrir mjög stór spillingar. Það er einmitt kapli í bókinni sem heitir flekklaus ferill. Þessi 103, þar fer ég yfir svona helstu sko lykilpersónur í eins og seðlabankastjóri Evrópusambandsins. Hún var náttúrulega ávituð í fyrra starfi, hún var fjármálaráðherra Frakklands áður og þá var hún dæmt sek að sérstökur ráðherradómstóli í Frakklandi fyrir gális í starfi og þar sem að einhver auðmaður efnaðist ótæpilega fekk 400 milljónir evra því henni láðist að áfrýja málinu. Hún var dæmt fyrir þetta. Þetta þótti samt ekki vera fyrirstaði til þess, hún yrði sko bankastjóri Seðlabanka Evrópu. Síðan kemur í ljós þegar hún er búin að vera þær í 7 ár sem bankastjóri Seðlabanka að hún hafði þegið 140.000 evrur á ári frá Bank of International Settlements fyrir stjórnarstöðu, en samkvæmt reglum Seðlabanka Evrópu mega starfsmenn Seðlabankas ekki þiggja nein laun annar staðar, eðlilega. Og svona koll á kolli, það er bara í þessum kafla. Virkar svolítið á maður þessu óbeina mútur, sko. Líka beinar. Úrsula, þetta er bara bannað, sko. Og segja, nei, því að hún móða því hún er hérna. Og Úrsula von der Leyen, hún lenti í því, sko, hún var náttúrulega utanríkis, eða varnarmálaráðherra Þýskalands, áður hún var forseti framkvæmdastjórnarinnar og þá var hún miðdepill berardir málsins sem varðaði greiðslu frá ráðuneyti henni til ráðgjafafyrirtækja sem námu meir en 100 milljónum evra án þess að færi vera lögum útboðskyldu. Grunuleik á að ráðgjafa fengju samninga vegna tengsla við ráðuneyti fyrir meirinn á faglegum forsendum og þegar rannsóknarnefnd þingsins krafðist þess að fá aðgang á 2 farsímum von der Leyen til að skoða textaskilaboð, þá var búið að hreinsa þá. Jaha. Og þetta var alltaf orðið hið versta mál en þá skyndilega var hún gerð að forseta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins. Ég spyr nú bara sko, sem karlfeministi hvort að þú væri nú að gaggrina ef þeir væru kallar. Já, svo er eitt kall hérna bara til þess að gæta jafnræðis. Gætum jafnræðis. Jean-Claude Juncker sem var forseti framkvæmdastjórnarinnar árið 2014, þið munið eftir honum. Já. Hann hafði þá verið forsetisráðherra Luxemborgar alveg frá 1995 til 2013. En undir hans forystu sem forsetisráðherra þá var Luxemborg orðin að svona miðstöð skattasniðgöngu í Evrópu. Það sem hann bauð erlendum og alls konar stórum fyrirtækjum að greiða kannski bara 1% tekjuskatt í Luxemborg. En hann sagði engu frá þessu og þetta var allt í leyni. Og þannig snuða hann hinn Evrópulöndinum alls konar rosalega skattekjur sem hefði átt að falla þar til, sko. En hann var síðan þrátt verið þessa forsögu var hann valinn til að leiða Evrópusambandið og þar með baróttu þess gegn skattasniðgöngu og vettvangi þess sem engin betri. Þannig að hann hefur reynslu. Þannig að ef þið eru að leita svona spilltum fóringum þá er kaflinn spillingamál. Það er líka, þú veist, Katarmáli, ég tek það líka að þetta er alveg fræg mál, sko. Og síðan er láta mjög grunnsalegt að efnaðs eða svona ársreikningur og árskýrsla Evrópusambandsins hefur aldrei fengið ég held í 22 ár samflétt fekk hún ekki stimpilinn í lagi frá endurskoðanar nefndinni vegna þess að þegar þau eru að ráðstafa öllum þessum styrkjum þú veist til bænda og eitthvað svona þá er alltaf eitthvað sem fyrir úrskeiðis og ekki gert samkvæmt reglunum og engin veit hvert peningur fór og svona og þetta, þeir fá aldrei þetta var rétt þeir eru búin í 22 ár að gera þetta rámt. Það hugsaðu ykkur spillinguna þú veist,
ykkur sendir inn falsaðan pappir hann eigi eitthvað land og fær samt bara fullt af peningu sem hann á ekki að fá og allt svona hrærigrautur. Þannig að það illa að færa með fé og líka svolítið skemmtilegt að þingið, Evrópuþingið sko, sem náttúrulega mörg þúsund manns að vinna þarna háum launum, það færist mánaðarlega milli Brussel og Strasbourgar, en þess að Strasbourg í Fraklandi, Brussel í Belgíu og það var einhvern veginn Frakkar vilja ekki gefa það eftir að þingið fundi líka í Fraklandi. Þetta alveg endalaus óráðsíða. Þeir skatt heldur á laununum sínum með það? Jú, þeir borga skatta en til Evrópusambands miðstöðurinnar, ekki til landana sinna, heldur til ESB og ég held að það sé þannig að það var hins vegar ykkur staðar á svona, hvort það var hjá EFTA ykkur staðar að menn gáttu verið á frekar lágum sköttum. Já, hvað finnst þér að vera svona stærsta lygin varandi Evrópusambandsal sem hefur verið að selja fólki í dag? Ef þú getur súmarað upp eða svona helstu þættir? Ég veit ekki, sko, það er náttúrulega til dæmis það að Evrópusambandið muni lækka vexti hér. Auðvitað eru vextir allt og háir hérna og það er bara brjálæði að vera að láta þennan hóp sem skuldar í landinu, heimilin skuldar 3.000 milljarða en heimilin eiga líka 12.500 milljarða á vöxtum ykkur staðar í lífeyrissjóðum og bankareikningum. Þannig að þau eiga 4.000 meira en skulda en auðvitað leggst þetta á þá sem eru í þeirri stöðu að skulda og að vera að láta þá ykkur að ef það er ykkur verðbólga yfir væntingu Seðlabankans eða eitthvað meira en hann vill yfir 2,5% þá eiga þeir sem höfðu tekið lán þá að pína þá og er að gefa þeim sem að eiga nógan pening meiri pening. Þetta er ekki neitt vit í þessu. Menn þess að verðbólgan er ekki skapast ekki af hegðun þess að fólk sem er í þessari stöðu að skulda. Það er bara að keppast að greiða niður láni sín. Og ef það kemur verðbólga þá var kannski miklu skynsalega að segja nú skulum bara öll greiða lánin hraða niður sko. Frekar heldur en að láta greiða vexti sem fer eitthvað annað sko. Það myndi hafa sömu áhrif á neysluna. Þú myndir sko segja ok, ég get left mér minna því að ég á að greiða núna hraða niður. Seðlabankinn er búin að segja það. Miklu snjallara. Já, í rauninni. Það er ekki að taka á þínum vas og setja í minn sko. Nei, það er að setja í þinn eigin vasa. Þetta er svolítið sniðugt. Já, en þú veist, ef þið væri raunverulega bara að draga úr neyslunni. En í rauninni það sem er í gangi, það er bara að vera að færa á milli frá fátækum til ríkra og ég er mjög reið fyrir þessu. Þetta er notað til þess að ala á reiðinni hérna og menn er að vonast til þess að Evrópusambandið muni leysa þetta, en Evrópusambandið hefur enga reglur þetta. Heldur þú aðgerir ríkisstjórnarinnar sem að þau sögðu að hefði ekki verið fyrir sjáanleg hefði mátt mjög auðveldlega að sjá fyrir þetta með verðbólguaukningarna sem að raungerist? Já, ég meina ef þú ákveður að hækka öll gjöld umfram 2,5% umfram verðbólgu viðmið þá kemur það inn í verðbólgumælingarnar og þeir segja að þetta er bara einhver einskiptis bólga eða eitthvað svona en þetta er svo það er alltaf með eitthvað svör sko. Svo þegar þeir lækkuðu virðisaukaskattinn á eldsneytinu sem var auðvitað 2 mánuðum á seint og ætla að gera bara tímabundið þá fóru þeir niður fyrir það sem Evrópusambandið leyfir sko. Evrópusambandið leyfir ekki að fara niður fyrir 15% virðisaukaskatt á eldsneyti en þeir fóru niður í hvað 11? Nei, hvað fóru niður í? Ég man það ekki. En þeir lækkuðu það niður fyrir það sem Evrópusambandið hefur leyft, það er svolítið áhugavert. En þessi stærsta lygin er svo að segja við fólki sem skuldar hér að lausnin sé Evrópusambandið meðan það er bara það þarf að snúa sér til stjórnmálamanna hér á Íslandi og stjórnmálamenn þurfa að segja við Seðlabankann, setja nýja reglur. Þetta er ekki svona sem við ætlum að fást við verðbólgu á Íslandi að taka þann hóp sem er skuldar mest og bara taka af honum meiri pening og gefa þeim sem eiga meiri pening svo þeir geta eitt meira. Þetta er augljóslega ekki góð leið til þess að draga úr bara. Mér langar að kasta inn einnig spurningu áður en ég leyfi Jóni að hendin annari að sko að hvaða marki er þetta til dæmis lóðaframboð sem er að stýra þessari verðbólgu því við vitum að fasteignaverð að það er herra út af því að það er ekki nægilega mikið framboð. Akkurat. Og það hefur verið svona uppsafnað einhvern veginn. Já, ég held að það komi mjög vel náttúrulega fram hérna í kosningabaráttunni þau rök og mjög skýr og góð í sammála þeim að svo stefna borgarinn er að gera eitthvað svona sáttmálum að þétta skuli byggð sem er mjög dýrt og lóðir verið miklu dýrari. Ég myndi nú ekki kalla það sáttmála sko og mikill minni hluti sem að með þessu. Og draga úr lóðaframbóði bara öllu höfuðborgarsvæðinu. Það var gert með einhvern hvað var að kalla vaxtamörk sem er bara eins og einhver mafjósar hafi rætt sér saman það að
sko þú mátt ekki bjóða neina lóður hér hjá þér að ég ætla ekki að gera það, þú veist, þetta er bara ætti að vera bannað, sko. Það þá líka að skjóta því inn, sko, fyrir hvernig verið að þétta. Já, ég veit það ekki, sko, það var verið að þétta fyrir borgarlínu vantarlega. Nei, ég er að tala fyrir hvað íbúa. Já, ég veit ekki, ég vil ekki vera í neinum þétt. Nei, ég er bara, að það er búið að flytja inn 50.000 manns held ég núna erlendis frá undanfæri 10 ár. Ég held að hugsun hafi ekki verið, sko, fyrir hvernig heldur, þetta hafi verið bara, það varu marga borgir sem hafa fenguð þessa hugmynd að þetta búið til litlar gönguhæfa borgir, svo 15 mínúta borgir, hverfi, til þess að menn myndi ekki vera að nota bíl og myndi verða svona bara í almenningssamgöngum, draga úr öllum útblæstur og allt svo leiðis. Þetta er allt saman úrælt að því allir bílar eru rafmagnsbílar. Þannig að það er engin útblástur. Þannig að þetta er, gleymi þessu bara. Og ég held að ef kannski að leifa Jóni að spyrja. Leggja orðið pæl. Bara ekki stress, sko, en ég ætla að skjóta því að þetta sem þú sagðir áðan með skattana á eldsneyti, það raungerðist einmitt hér á Spáni. Þeir ætluðu að lækka skattana en Evrópusambandi bannaði það. Já, einmitt. Ætlaði að gera það til að létta á íbúunum en þeim var bara hreinlega að banna það og gátu þessin ekki gert það. Þetta er fleiri lönd lendi í sama í ESB. En húsnæðis fasteignaverð er ekki alltaf inn í verðbólgu og það er svolítið, mér finnst það alltaf að vera svo skrítið. Þú ert með fasteignaverð og það hækkar út af því að þú veist það er meiri eftirspurn heldur framboð og svo eykst verðbólga og þá er þessu fólki refsað með því að hækka vextina það og þá verður húsnæði dýrara. Já, og þetta verður svona bara vítarhingur. Og líka í Evrópulöndunum er húsnæðisverði ekki inn í, sko fasteignaverð er ekki inn í neysluvísitölum. Hins vegar er einhver kostnaður við reksturhúsnæðis og kostnaður leiguhúsnæðis minni mig. Og það er til samræmt neysluvísitala sem er notuð í þessum löndum. Þannig að þetta ber þetta saman og svona epli og epli. Og þá er verðbólgan ekki eins mikil hér eins og hún er mæld af Hagstofunni. Ég er reyndar ekki sáttur við þessar verðbólgumælingar Hagstofunnar. Ég hef margoft haldið því fram að þetta sé allt saman ofmælt. Þú veist, til dæmis bara núna getur farsíminn minn, hann er hann upptökutæki, hann er hann kvikmyndavél, ljósmyndavél. Ég veit ekki hvað hann er ekki, sko, útvarp. Og það er verið að segja, já, hann er hann dýrari, hann kostar hann 200 skall í staðan fyrir 50 skall. En hann er að gera 4 sinnum meira, miklu meira, 8 sinnum meira. Já. Og þá er bara sagt farsímar hafa hækkaði verði, vísitalan hækkar, en þú veist, þetta er bara allt annað tæki. Og ég held líka bílar, sko, þú veist, ég átti lötu sem að, þú veist, rúðupissi, þú veist, að íta eitthvað í gólfinu til þess að kemja rúðurnar, eitthvað að pissa rúðurnar. Þú veist, þetta var kallaði kennarabens rúðurkur framljósunum rússneskir já, rússneskir latan það var bara alveg frábæri bílar þungir í stýri og svona allt til að maður gæti sjálfur skipt pústur og svona allt skiljanlegt í bílnum ég man það, þú veist, að kveikjulok og eitthvað svona þið viti ekkert hvað þetta er svo ungi Jú, ég man eftir lötunni, ég man líka eftir lötu sport sem að hétt ekki Lata sport einstæðar anstæðar Já, þetta er líka svona nýva eitthvað Já, Lata nýva, það er hérna svona jeppáutgána En allavega þá, ef þú ber saman þessa lötu og síðan bílana sem við erum að keyra á í dag sem eru með alls konar rafeindabúnað tækjum og ég meina rúðurnar fara sjálfur upp og niður og ég veit ekki hvað og hvað sko. Þannig að það er bara þetta er bara borið saman í Hagstofan og sagt já, þannig bílar var hækkað þá skuldar þú meira en sko til dæmis hefði þú lánað mér til að kaupa lötuna segjum bara 100 skall og svo líður og býður og ég þarf að borga þér þá segir þú, ég vil borga mér 300 skall því að ég vil kaupa mér svona nýjastu tegund af lötu nei, ég fekk bara lána fyrir druslu já, ég vil borga mér fyrir sko tvöfalt betri bíl sko. Það er það sem er að gerast og þessi tilfærsla bara 1% sko eru 20 miljardar 1% villa eru 20 miljardar frá þessu skulda til þeirra sem að lána Hvernig? Þú veist það eru 2000 miljardar skuldir heimilana sem er verðtryggðar og þá er 1% af því sko 10% væri 200 1% 20 miljardar og ekki bara hugreiningur þannig að á hver mistök 20 miljardar og þegar ég var í bankaráði Seðlabankans ég vil að þetta veri allt skoðað ég vil að þetta veri reynt mjög vel hefur verið gert rétt og málið er svo heitt og svo varasamt að það var bara slóð þögn á salin það verið ekkert gert
og í hagstofunni eru menn að reyna að bestu geta að gera þetta en það eru síðan þrír menn í svona eitthvað eftirliti. En hver eru eftirlit með eftirlitinu? Þetta eru allt og stórar tölur og skekkjurnar með engar vera til þess að óréttlæti verið rosalegt. Einmitt. En já. Þarna þarf að skoða. Maður er allan að, ég sé það í Bandaríkjunum að þar hefur vísitalan breyst rosalega mikið þessi síðustu 50 ár. Hún hefur alltaf verið að breytast. Þeir að vera að endurnýja jöfnuna sem að er notað til þess að reikna út. Ég held að það sé gert líka hér. Já, það. En til dæmis svona áhugavert Costco kom inn á markaðin og þá held maður auðvitað myndi þá bara vísitalan falla. Nei, það má ekki taka Costco inn fyrir eftir einhver tíma, sko. Þannig að lækkunin kom ekki. Það var ekki fyrir Costco búin að keyra hérna útsöluna sína í 6 mánuði. En heldur þá að þeir sem að stýra þessu, að þeir hafi eitthvað hagsmuni af því að þetta haldist svona og þú veist, það sé eitthvað, þú veist, hvað heldur að útskýra? Er þetta vanhæfni, er þetta... Ég get ekki vitað það, en ég er ósáttur við hvernig þetta er gert og þetta skulle ekki vera meira eftirlit með þessu og meira gagnsæi. Bara því þegar þú segir þetta, þá þetta hljómar mjög augljóst, en hérna... Kannski hef ég rangt fyrir mér, en ég bara vil að þetta sé skoðað. Það er bara alveg ótrúlega, sko, það verða, kannski eru góða skýringar á þessu og allt svoleiðis, en mér þykir mikil hætta í því að þarna sé vera að gera mistök og það þurfa að fylgjast miklu betur með þessu. Ég er reyndar algjörlega mótið þessari verðtryggingu. Mér finnst það algjörlega óboðlegt að fólki sé lánað verðtryggt, fólk sem er ekki með verðtryggð laun og það er alltaf mikill dekur við fjármagnseigendur að þeir geti bara haft sitt á þurru þegar kemur verðbólga en sá sem að tók lánið. Þetta hlýtur líka þetta segir mér það persónulega að þeir þurfi ekki að þú veist, pæla neitt í hlutunum, þeir geta bara lánaðir ef það ekki með verðbólga, þá eru þeir tryggðir, þú ert ekki sem neytandi og oft eru þetta þannig að þessi hvatar til þess að dragu verðbólgu virka kannski ekki vel út af því. Algjörlega, virka ekki á þann sem lánaði vegna þess að hann er bara með sitt á þurru og sá sem að tók lánið finnur ekki verið verðbólgunni vegna þess að hann bara á minna í húsinu sínu en afborgunin er nokkuð jöfn en eignaði þessu húsinu rýrnadaldið og hann bara tekur ekki eftir því og þetta er allt sagt nöðsynlegt svo að sumir geta eignast hús sem annars getur það ekki en ég er alveg einhvern sem að og svo er sko nafnuvöxtunum af óverðtryggðulánum haldið mjög háum það er til dæmis raunvextir á íbúðalánum hér, nafnvextir er alltaf háir þeir eru miklu hærri en í öðrum löndum hvað er það? Það er góð spurning, getur það verið skipta fákeppni eða samráði eða það er tölvöld samkeppni á milli lífeyrissjóða, banka og annar að veita lánin í það eru síðan reglur hjá Seðlabankanum sem að gera mjög erfitt að taka lánin þú veist, þú þarft að uppfylla alls konar skilyrði ég veit ekki, ég veist að þetta sé og ég veit að það eru nefnd á störfum sem Ragnar Þór Ingólfsson stýrir í flokki fólksins að reyna að leita leiða í þessu og ég bara vona að þeir komist að einhverju góðu niðurstöðum. Við þurfum að leysa þetta. Ég er að segja vegna þess að Evrópusambandið mun ekki leysa það. Til dæmis til þess að taka upp evru sem að menn telja sér lausnin, þá verðum við fyrst að leysa þetta. Við verðum fyrst að vera búin að ná tökum á verðbólgu og vöxtum í landinu og það má ekki vera mikið herra held í þeim 3 löndum sem standa sér best á Evrósvæðinu. Annars bara komast við ekki inn í Evrósvæðið. Þannig að það er ekki verið að segja Evrópusambandið ætla að leysa þetta. Við verum að leysa þetta sjálf og þá er engin ástæð til að taka upp evru. Mér finnst þetta alltaf að vera svolítið selt þannig, ég veit ekki hvort að þau eru sammála mér, en að sko að evran er svolítið að leysa öll vandamál. Já, það er alveg, en þú færð ekki að taka upp evruna. Ástæði fyrir því er að það gerir engu landi gott að taka upp evru ef að það er ekki tilbúið til þess. En það lendir bara strax í ógöngum eins og Grikkir og jafnvel aðrir hafa lent í sem hafa tekið hann upp og snemma, þannig að þeir gæta þessu. Og það væri engu landi greiðu gerður að taka upp evru og fastgengi og jafnvel og háttgengi. Þetta er raunin engin töfra lausn. En Jón, þú upp með einhverju spurningum? Já, mér langaði mér þetta með verðtrygginguna. Mér langaði náttúrulega að við förum í komment eftir augnablik en áður en við gerum það, þá langaði mér að skjóta þetta með verðtryggingu. Þetta er nokkurn veginn sér íslenskt fyrirbæri, hvernig hún virkar. Er ekki eitthvað bara eitt annað land sem er með svona verðtryggingu eins og Ísland? Ég held að séu, náttúrulega hún er til í Bandaríkjunum og franska ríki var að gefa út verðtryggð ríkisskuldabréf í evrum og daldi fyndi ég var að kíkja á ástöðunarkröfunum þar, hún er svona 0,5% hærri heldur en á sambærilegum verðtryggðum ríkisskuldabréfum íslenska ríkisins í krónum. Það munar ekki meiru. En já, hún er víða til en ég held að sé
eiginlega hvergi notu til þess að lána til íbúðakaupa en mér finnst ekki það því að ríkitæki verður lán sko eða fyrirtæki eða einhver sem sko skilja hvað er að gera hvað þetta snýst Einmitt. En ef áhætta þessin lánar er svona lítil, af hverju er svona hár standard á því að fólk fái íbúðalán? Nú þegar fólk er búið tala um fólk sem er búið að greiða kannski 50-75% hærri leigu, heldur það myndi vera að borga í áallar afborganir. Hver er ástæðan fyrir þetta svona strangt ef að það er svona lítil áhætta fyrir þessi lánar? Það er áhætta, til dæmis ef banki lánar og greiðandi lendir í greiðslu þroti, þá er það slæmt fyrir bankan og sérstaklega það gerist í stórum hópum, þá er það vandamál líka fyrir Seðlabankan að lokum. Þannig að Seðlabankin og Fjármálaeftirlit setja reglur þetta til þess að allt sé með tryggum hætti, en þegar það er gert, þá verða einhverjir sem að ráða ekki við þetta og það eru þá ýmsar aðrar leiðir mögulegar fyrir það. Ég var ekkert nefnd sem að stakk upp á 16 leiðum til þess að hjálpa fólki að losna af leigumarka og eignast íbúðir, gerði það tíma stýris líka nefnd og hún kom marga tillögur þar á meðal hlutdeildarlánin þar sem að ríkið myndi eiga með þér hluta af íbúðinni og vaxtalaust fyrir þig en síðan þegar þú selur þá fær ríkið sinn hlut tilbaka og þetta var mikið notað í Bretlandi og víðar. Það má ekki gera þetta fyrir alla vegna þess að þá hækka bara fasteignaverð. Þú voru að gera þetta bara fyrir þá sem annars gætu ekki eignast íbúð og það var svona annars er það verðbólguvandandi. Annars hækkar það bara fasteignaverð sko. Og það er nú vandið við margt að þessu að það má ekki gera þetta bara á línuna þá bara hækkar þá bara hækkar verðið og þá er engin í betri málum. Já, sko, eitt sem að maður sér að er verðbólguvaldandi er þetta að skattleggja allt út af koldíoxíði, út af loftslagsmálum sem er að gert þess að þú byrjaðir að nefna í byrjun þáttarins. Það er hinpókin það er hittamál, já. En sko maður svona veldi í fyrir sér, nú var hún Katrín Jakobsdóttir að lýsa því að það var eitthvað neyðarástandi, að lýsa yfir neyðarástandi. Fyrst eitthvað með Já, ég kíkti á þetta. Já. Nú kynnti mér þetta vel, þetta var maður það fyrir að velta fyrir sér að fara að ganga ennþá lengra í geðveikinni sko, af því að ef ég má skjóta inn í með þetta, ég væri til að fara rosalega djúpt í þetta mál með þér einmitt og þetta er frábært efni. Ég var bara að spá hvort að öllum væri sátt ef við tækjum kommentin fyrst. Já, við tökum kommentin fyrst. Þetta er eitthvað sem ég vil taka vel fyrir. Við erum búin að vanrækja þau. Ég vil ekki stikla á stóru þegar kemur að þessu máli sko. Mér finnst þetta svo þetta er mjög stórt sko. Bjórkastið mun lýsi við neyðarástandi sem að vera mjög merkilegt sko. Til stuðnís Kötu Jak. Herri, já, hendum okkur í komment. Super GGG3 segir náttúrulega gott kvöld og við náttúrulega hilsum nú tilbaka. Björnin okkar maður, gott kvöld, góða kvöldi herramenn, við frúum skilum kveðju úr sveitinni og við náttúrulega skilum kveðju tilbaka. Topp gestur segir Donkey Milkers og Bjarki segir gleðilega hvítasunustrákar. Já, gleðilega hvítasunust. Björnin segir svo við sjáum hvernig farið með bændur innan ESB. Þeir hafa mótmælt stöðut í nokkur ár. Við sveitadurgarnir segjum nei takk. Ég var til í að þetta getur fyllt svolítið þegar við förum í umhverfismálin á eftir. Já. Það er svolítið fyndið svona þegar fólk er að taka afstöðu gegn bóndum eða bændum. Það er svona, maturinn kemur bara í búðinu. Hvað er að borða þá? Já, bara maturinn kemur bara í bónus. Það hafa bændur góða. Með ólíkindum sko. Það byrtist í búðinu. Bjarki segir svo bændur í ESB fremja reglulega hryðjuverk vegna þess að þeir eru í köldu stríði við eigin ríkisstjórn og ESB. Já, það er góð ástæða líka fyrir því sem við bara tökum að eftir. Lendi sjálfur í því daginn að allt rafmagn fór af heilu hverfi í Brussel vegna bænda. Hann tekur fram að það var ekki vísvitandi afleiðing mótmæla. Helga Dögg Sverrisdóttir segir nú er umræðan innan ESB að taka af neitunarvald þjóðana, held að það sé ekki búið að samþykkjana, hefði slíkt ekki slæmar afleiðingar fyrir okkur ef við slýsumst til að segja já. Neitunarvald við hverju það er verið að tala um. Ég held að sé utanríkismálum og varnarmálum, þannig að það sé, þá eru þjóðarnir ennþá með neitunarvald í því sko, það þarf samþykki allra, en síðan verður það er mikil umræðum að fella það niður líka, þannig að miðstjórnin í Brussel geti tekið þetta bara með meiri hlut ákvörðunum. Þetta er sérstaklega var vandamál þess að Orbán forsætisráðherra Ungverjalands
var til stöður að vandræða, vildi blokka það eða þeir lána 90 miljardar evra til Úkraínu Já, hann var ósáttur við nema Úkraína myndi opna fyrir olíuleiðslu sem að þeir skrúið fyrir þannig að fara Rússlandi til Ungverjalands. Þetta var mjög erfitt mál og þetta hægir aldrei á svona því sem að Brusselmenn verið að gera að hinar þess að þjóður geti haft neitunarvald þannig að þeir vilja losna við það í sem flestum málum, til dæmis bara eins og eitthvað fylki í Bandaríkjunum hefur neitunarvald sko. Það er eitthvað Það er vesen bara fyrir miðstjórnina. Það svarar spurningunni. Já, ég mitt las þetta gerir þetta ekki það samt að verkum að vægi eins og Íslands í öllu svona mingar eða? Jú, mjög góða punktu vegna þess að Ísland hefur náttúrulega yfirleitt tekið tillit til mannfjölda í þessum atkvæðagreiðslum en smáríki hafa líka neitunarvald í einhverjum málaflokkum og þeim fer stöðugt fækkandi þessum málaflokkum sem það sem þau geta eða öll ríki hafa neitunarvald og þetta verður svona eitt af því fáa sem við höfum geta haft svona til þess að tryggja stöðu okkar að væri ekki sett löggjöf sem að stór skaða okkur. Þannig að þegar að þessum neitunarvald þessum ákvörðunum fækkar það sem að krafist fullkomins einróma samþykkis og það hefur verið að gerast ykkurinn og ég lýsi í henni bókinni hvernig þetta hefur verið bara markvisst saxað út og þeir ætla að halda áfram í því. Þannig að ég held að þá er smáriki eins og Ísland og Írland og þau mikilvæg hættu. Og vægið er að bara í rauninni Já, við verðum bara að sætta okkur við það sem að okkur er rétt. Við höfum engin áhrif, við höfum ekki mannfjöldan til að segja við erum hérna Þýskaland og getum tekið hérna ef við frakkar og þjóðir að taka okkur saman þá er engin getur neitt. Það stoppar það engin, sko. Ísland allar að gera góðs, það er bara allir. En þú er svolítið að kasta, þú veist, þessu valdi til þess að setja lög, eða ekki? Jú, og því að ganga það inn, eða eftir að gera það alfarið það? Það er ekki bara lög, heldur eru ákvarðanir teknar. Það eru tilskipanir og alls konar hlutir sem að, þú veist, það framkvæmda vald, löggjafavald og dómsvald sem við framseljum. Þannig að þetta er mikið. Þetta er mjög mikið, já. Og við munum ekki hafa það að segja síðan. Og það myndi ég segja var alltaf lægi við værum Belgia bara inn í miðjuna og svo sömu hagsmunni og þjóður og frakkar eða næstu í. En við erum ekki að gera ólíka hagsmunni. Við höfum alveg gomma fiski, þá skortir fisk. Við höfum gomma rafmagni og orku, þá skortir það. Og ef ég væri í þeirra stöðu og allt í nú væri komnir ykkur inn í klúbbin sem ættur rosa mikið og gæti ekki sagt nei ef ég fer að reyta þeim peningana, myndi ég bara að gera það. Fyrir þessa 450 milljónir, ég minna það bara líðræðislegt. Ég myndi þetta að vinna þannig ef ég væri þarna. Varstu með fleiri kommentjón? Já, það svo er talað og ég var alveg, það er eitthvað sem við ætlum líka að taka kannski aðeins betur fyrir og eftir. Það er einmitt John Blue, hann segir að var ekki frost að segja að Alma Möller hefði skrifað undir það að mætti sprauta fólk með valdi á Íslandi ef það reynist rétt skiptir allt annað litlu máli þegar kemur að valdi og hann segir að ESB sé algjört distraction eða þetta tilkynna einhvern faraldur og allt nema nauðungar sprauta heiminn, hvaða máli skiptir ESB þá og núna þetta með Alma Möller. Eigum við ekki að taka þetta bara svolítið fyrir á eftir? Þetta er náttúrulega svolítið stórt mál. Jú, þetta verið vísað í nýju sóttvarnalögin. Já. Jú, ég kíkti aðeins á þau, sko. Þetta er svolítið stærra mál heldur en mér langar að taka svona sem eitt komment. Þetta tengist líka húmálinu. Já. Svolítið. Ok, við getum stekja. Ég puntaði þetta hérna niður hjá mér. Já, tökum þetta bara svolítið betur á eftir, en ég er ekki alveg sammála því að sko ESB sé bara distraction, alltaf skipti gríðarlega miklu máli og Jói, okkar maður, hann segir gaman að 5 ára plönum og hvernig þau úreldast hraðar en miðstýringa fólki í forherðs bara í sínu rugli. Minnir svolítið á Pírata í borginni og kannski hverju þeir eru ekki ennþá þarna. Og löturnar gömlu voru geggjaðar, já, ég er heldur betur sammála því, við áttum lötusport. Já, ég sakna alltaf lötunar. Ég þekki einn sem á, sko, held í 1980 eitthvað lötu. Og hún bílar svolítið. Svolítið að vinna í henni. En þú getur að laga hana. Já, hann gerir eiginlega ekkert annað en að laga hana. Smerkel og slípur okkur skrújant á þetta komið. Hann er alltaf bara sótsvartur í framann. Já. Nú að gera. En þessi lata er ekkert að plaga þegar þú spennir ekki belti, hún er ekkert að pípa á þig neitt. Bara, lætið þið bara í friði. Bara frjáls. Já. Þetta er svona frjálslind fartæki. Rússland. Frá Sovjetunum er þessi. Svo segir Helga einmitt það sem við vorum að ræða þetta í restina að það sé selt þannig að það séu ýmissar svona hluti sem munum bara lagast að sjálfu sér þegar við göngum í
ESB og talar einmitt bæði Sigmar og Dagur af að tala á þeim nótum að vextir munu lækka og matarverð munu lækka og hríðfalla og allt svoleiðis. Já. Það mun væntanlega ekkert gerast af. Já, það mætti gera ráð fyrir því að sko matvælar myndi lækka kannski aðeins vegna þess að Hagfræðistofnun Háskólans mataðir getur svona 57% lækkun á matvælaverði en svo þegar maður sér að þeir eru að tala þá er að 25% lækkun eitthvað svona, hvað viltu gera við 2000 kall? Og ég verður bara að segja hérna, ég held að reynslu okkar á að sjá hvernig Costco kemur inn og þeir náttúrulega komið með alveg bara evrópsk verð hérna inn, beint frá Bretlandi og svo bara eftir nokkra mánuðir bara búin að hækka verðið. Hvað gerðist? Þau komast bara því að við erum svo rík að við tökum samt steikina úr kælinum þannig að þó eins og komin á fárántu verð og hérna, þetta er pínu okkur neytendum að kenna sko, hvað við látum milliliðin leggja mikið á. Hvað með alla vendatóllana hérna? Hvað finnst þér þá? Við erum alltaf með vendatólla á kjöti og það var ekkert mikið sko. Finnst þér ekki? Nei, ég vil sko, auðvitað við náttúrulega bara vera með sko, ef við ætlum að hafa landbúnað í landinu, þá verðum við að gera bara svona þjóðir, gæta þess að kaffæran ekki í ódýrum samkeppnisvarningi sem eru væntanlega framleitur við alltaf annars skilir og alls ekki sem við gæðum og þú getur verið alls konar bara bakteríur í þessu og veirur og sjúkdómar og líka bara varnarefni það eru kallar reyndar ég held að þessu skordýra eitur og sýklalíf og allt þetta sem við erum með mjög stranga reglur og svo allt í hennu bara og laun er kannski miklu lærri þar sem þetta er framleitt allt annað veður og svona og ef við byrjum að flæða þetta inn á okkar heimskota landbúnað þá munum við missa bænduna og þá kannski eftir 20 ár kunnum við ekki lengur að búa til mat á Íslandi. Þetta er ákveðið sko og svo klikkar eitthvað í útlandinu og kemur ekki sending þá getum við ekki bara búið til búskapinu upp á nýtt og ég get satt ykkur sögu frá Hawaii en þess að má ég segja hana ég var að skoða þetta þeir eruðu fylki í Bandaríkjunum og hérna þegar það gerðist, þeir eruðu fylki þá voru við með mjög fjölbreyttan landbúnað það voru sjálfum sér nægir með mat og síðan það voru ekki bara að framlega ananas eða eitthvað svona heldur hérna bara alls konar og hérna síðan eftir nokkra áratugi af því að vera í Bandaríkjunum og það kom alltaf skip bara og það eru stórmarkaðir og komu alltaf meiri matur frá Bandaríkjunum frá risa sko þá flosnaði bara upp allir bændunir og þeir þurfti ekki að vera í því, voru bara í túrismu og eitthvað svona jú, að held áfram með ananas held ég en sko, þeir komast í hana því að ef það kæmi ekki skip í 2 vikur, þá verið hungursneið í Hawaii, þetta fór þeir að tala um árið svona 2012 eða 2004 eitthvað svona, þá kemur þingmannanemnd og fyrir að ræða þetta eru stórmál, þá er ekkert auðvelt að byrja upp á nýtt en það kann ekki lengur landbúnaðir í Hawaii. Það er mjög hættulegt að hluti leggist af. Já, þess vegna verðum við að rækta þetta fólk, við erum að hvetja unga bændur til dáða og halda þessari getu og kunnáttu sem er einstök og stofnarnir sem eru með sko sauðkindin sem er búin að fara eitt gennu súrt og sætt með þjóðinni alveg frá landnámsöld. Þetta er bara einstakt og kúakinnið og hænunar og allt þetta, við höfum að standa verðum þetta og halda áfram með gróðurhúsin og gera þeim kleift og ég vil bara verja þetta það kostar með þess meira og svo getum við auðvitað flutt inn ef okkur langar en ég meina gæti það samt ekki þrótt fyrir að við höldum í alla þess að stofna að var ekki hægt að standa betur að þessu þannig að við myndum fá lægra vöruverð frá bændum, er ekki eitthvað sem getur gert fyrir bændur til þess að kannski efla það að gera framleiðslan ódýrari? Þeir eru að fá mjög lítið fyrir sína miklu vinnu. Ég myndi ekki vilja skipta við ég held að fæstir myndi vilja taka sér þessar rosalegu bindingu og vinnu sem er í landbúnaði fyrir þau laun sem þeir að fá. Þannig að ég held að þeir séu ekki nægilega vel launaðir. Og hérna ef við viljum sko þeir geta kannski framleitt alla tegundar af matvöru, getur flutt inn aðra matvörur. Við erum líka með kjúklingabú og svínabú og eggjabú. Þau myndu öll leggjast af. Þau geta ekki keppt við eggjabúin og svínabúin í Evrópu. Af því að það er bara flutningsverð á korni og annað slíkt og þannig að miklu stærri skali úti. Þetta myndi ekki skapa líka ákveðið atvinnuleysi og þetta er byggðastefna út af fyrir sig. Eftir að allur landbúnaður væri búin að þurrkast út og allur matvælaframleiðsla á Íslandi,
hvað myndi þá geta gerst? Þá getur bara allt í einu menn sagt að núti, við ætlum bara að hækka matinn til ykkar. Hvað ætlum þið að gera? Við að svelta. Já, getur gert okkur gott í smá stundin, ekki og lengi, sko. Málið er það, við verðum að standa vörðum þetta og horfa til tíma. Það er mín skoðan, sko. Ég er náttúrulega framsóknar maður. En Jón, þú ert með spurningu. Já, ég ætla að skjóta að einmitt það sem að Frosti kom inn á, þetta með að bændur einmitt ekkert að fá eins mikið og myndir halda fyrir, það eru milliliðinir sem að leggja svona rosalega á. Við sáum þetta líka í COVID svolítið, hvað við erum ekki í forgangi þegar kemur, ef einhver neyðarástand skellur á, að þá erum við ekki í forgangi, þannig að mér finnst persónulega þetta bara einfaldlega varða bara fæðuöryggi þjóðarinnar. Já, en svo erum við að sjá rosalega árás á bændur í Evrópusambandinu. Það er búið að vera eitthvað dæmi, það er bara verið að knésetja þá bæði í Hollandi, Bretlandi, Belgíu. Það er verið að ráðast á þá með einhverjum ofurverðlagningum í nafni þess að þeir þurfa að vera að kaupa einhvern umhverfisvænan áburð. Það er jafnvel hann Jeremy Clarkson sem var með Top Gear, hann sýndi fram á birtingu skjöla sem þau voru að borgunum alltaf 2-falt til 3-falt hærra verð heldur það sem hann var að fá fyrir allar afurðir sem koma bænum fyrir að rækta eitthvað blóm í staðinn. Bara þá fékk hann svo mikla styrki. Og það er líka það er bara eitthvað bilun. Það er líka þetta efni sem að tengist eitthvað metanframleiðslu sem að, þekkir það, hvað heitir það aftur? Já, það var efni sem við ætlaði að blanda í fóðrið til þess að draga úr útblæstir frá nautgripum. Þetta er eitthvað algjört eitur. Já, þetta var eitthvað hræðilegt. Svo fór að deyja bara, nautgripinir að deyja. En fyrir utan það, þá hafa það náttúrulega bara líka verið að bara drepa kýr. Bara mjólkukýr í Írlandi og fleira vegna þess að þeir eru að reyna að draga úr gróðurhúsalosun. Þetta er bara eins og þetta, heitir þetta ekki ETS-kerfið? Þetta er algjör bilun vegna þess að nautgripir, þeir borða bara gras, þeir eru bara partur af náttúrulegri hringrás kolvetnisins. Jú, þetta er bara kennt í háskólanum, ég er lífefnafræðingur. Þetta heitir bóvær. Bóvær, já. Og þetta var að gerða eitthvað smá tilraunir með þetta á Íslandi, skilst mér, og sem var mikið borin á tún og menn hlupið bara í burtu, þetta var bara eins og að vera einhver efnavægst með að hefði verið borin á túnin. Þetta er algjörlega eitrað, sko, og það er deyja þessu kýrnar, tónatali, þannig að danski bændur fór í uppreisn og neytendur neituð að kaupa smjör og mjólkurafurðir frá þeim búum sem gerðu þetta. Þannig að það var bara almenningur og neytendur risu upp, sko. En þið virðast líka bara hata kjöt og egg og allt sem er hollt. Ég er búin að vera lengi í svona talsmaður þess að borða mikið af svona hreinu fæði í kjöti, skjúkli, hvað sem það er og borða mikið eggjum. Lengi vel var haldið því fram að þetta verður rosa óhollt og frekar að vera í smjörlíki og bakkelsi og hveiti og einhverju svona. Og ég bara, mér finnst einhvern veginn allt vera á hvolfi hjá þeim. Núna eru Bandaríkjamenn búin að breyta þessum fæðupíramíta en sko, þú veist að tala um þessar náttúrulegu hringrás eins og með kýrnar, að það er verið að láta eins og þær séu bara hræðilegar fyrir umhverfið. Þetta er náttúrulega, þú veist, þetta er bara geðveiki. Það þarf náttúrulega að binda jafn mikið koldíoxíð og þær gefa frá sér sko fyrir hvert sko stopp sem að verður til. Já, svo kemur í ljós hérna á Íslandi þessum að land sem er beitt með sauðfé, að það bindur miklu meiri koltvísýring heldur en annað óbeitt land. Þannig að bændur sem er stundað hérna sauðfjárbúskap getur selt hérna kolefnisbindingar vottorð. Sko, það liggur við. Það bindst miklu meira því að þegar það er nartað í gróðurinn þá þegar hann fljótari að vaksa og setja þetta í jarðveginn og eitthvað svoleiðis. Þetta verður síðan rollan, bindur þetta í sér og svo borðum við hann allir verið glæðir og svo þeir hringrás bara. Já. Ég sem er búin að vera með svo mikið samvinskupið við kjötátinu sko, yfir kolefnissporinu. Það er alveg til einskis. Þú hefur ekki verið með sustainable diet. Eins og sagt er hérna í WHO. Já, þeir eru nú að vilja að maður geti maðka og lirfur og alls konar viðbjóð sko. Fyrir mér svona persónulega er það bara nóg fyrir að ganga ekki inn í eitthvað samband eða vil ekki að ég borði nautakjöt þá, þú veist, þar dreigi ég línuna. Já, þú færi 40 gram af nautakjöti sko á dag, maximum, ef að Evrópusambandið fer að ráða. Þú veist, þetta er stefnan sko, að og það er þetta sem að Alþjóðaheilbrigðisstofnunin er að segja, þú verður að vera með sustainable diet. Það er ekki sustainable og þú setur bara svona mikið kjöt sko, segja þeir, að því að það veldur einhverjum útblæstir eitthvað svona. En líka sko, þessar nútíma frjálslyndu konur svona í Evrópu og í vestræna heimi eru bara kollektíft búin að missa vitið og þetta er hópurinn sem stýrir svolítið Evrópusambandinu. Þú veist,
Ég veit það nú ekki hvort Ég sé það alveg þannig. Ég er Það að bara hjartanlega sammála Sverri þarna. þessi hóp. Ég fáum Ég ekki held að til þessi að hópur taka hafi undir mist- neitt svona með konunnar sko. Nei, ég held að þessi hópur Ekkert almennt hópur, nei, ég er að tala um bara ákveðin hóp af konur, svona frjálstundar, svona Vogue, kultúral marxista konur. Ég held að þessi hópur hafi mist vitið í COVID og séu ennþá bara í sömu geðbylurinu og var þá. Þess að þeir voru lokaðir inni og það var einhver hóp, einhvers konar hóp massa geðróf. Vonum að það lægist þá en Já, kannski ætti þeir að borða meira kjöt. ég held að Mæli með því. ég held að þetta muni lagast sko. Það er að breytast til dæmis IPCC eða þessi alþjóðastofnun loftslagsmál var að draga tilbaka í mars sko, neyðar glannalégustu sviðsmyndirnar sem sýndu mestu hamfæriðnar og mestu hlýnuna þessi að þær eru ekki raunhafa lengur við föllum frá þessum sviðsmyndum. Það er ekki ágjörð þeim. Þær voru hróðalegar náttúrulega en hún segir að þær séu ekki lengur líklegar. Þeir voru allir bara sammála með þetta væri svona og þetta var svona undirstæðnund af þeim aðgerðum sem við vorum að taka. Obama sagði að vera 97% konsensus. Já, Ég las á grein, þetta var algjör uppspunni sko. Þetta er algjör uppspunni. Já, og þetta er mikil della. En allavega, ég held að ég er bjartsýnn, ég held að nú sé að vera svona viðsnúningur, menn fari svona átt á sig á því að þessi loftslagsmál eru ekki á verksviði Evrópusambandsins. Það er ekkert sem þeir geta gert til þess að stýra loftslaginu. 80% útblæstri á jörðin er ekki í Evrópusambandinu. Þannig er í Kína og Indlandi og Bandaríkjunum og allt og þau eru ekkert að drífa sig í því að pína sig í þessu máli. Þannig að þetta er mjög einmannlegt svona harakiri á evrópskan iðnað og gerir það bara verkum að iðnaðurinn fer frá Evrópu til Kína þar sem hann getur blásið út eins og hann vill. Svona það Svo hægt kaupa Evrópunin tilbaka allar þess að vörur frá Kína allt sett kolefnisspor en nú ætla Evrópusambandið að setja kolefnistoll bæta nýju lagi við tollamúrana sem er kolefnistollur. Jesus. Það þýðir allir sem við förum hann inn þá er alla vörur sem eru framleitar á orkuríkan hátt með kolefnislosun verða dýrari innan Evrópusambandsins innan tollmúrana heldur en annars þær í heiminum. Er það gott fyrir heimilin á Íslandi? Ég er ekki viss. Þetta er svona frekar augljóst. Þetta er kjara skerðing. Til dæmis bílar, núna erum við með fríverslan við Kína, Evrópusamband er ekki með það, en það myndi Kína ekki fá að senda tollfrjálsa bíla inn í Þýskaland. Það er setja bara fulla varnartoll á það. Við flytjum þetta inn hér og eina ástæðan fyrir að hátt verða á þeir allar þessu kolefniskvaðir sem við ættum náttúrulega bara að hætta með. Algjörlega, við erum bara afnema þér. Og þessi rafmagnsbílar? Nei, þá eru ekki, en til dæmis við getum ekki flutt inn almennilega bíla frá Bandaríkjunum út af þessu vélastærðum og svona rugli, bara fíni bílar og getur verið miklu hagstæðri. Þannig að það er eins og þú sagðir áðan, tækifæri til þess að stórlækka vöruverð á Íslandi og þá verðbólguna með því að fella niður alla þessa kolefnistólla og bara drífi því. Og ykkar lóða frambóð og fleira sem við nefntum þetta. Jón, þú varst með eitthvað? Já, ég gleymdi þessu áðan, það er einmitt hollendingar eru byrjar að lenda í svipari stöðu eins og þú varst að nefna frostið með Hawaii, það er einmitt þetta að búið að hirða, og þetta náttúrulega gerðist í Suður Afríku og annar staðar, það er búið að hirða svo mikið af búgarðum af bændum sem eru kannski búin að vera í þessu í margar kynslóðir í röð og það er ekki margir nefnilega sem viti ekki að hollendingar framleiða næst mest af bara mat og svoleiðis í heiminum á þessu litla svæði. Við erum gífurlega landbúnaðar og þetta þarfnast mikillar þekkingar og tækni og allt svoleiðis sem að þeir eru búin að þróa með sig bara kynnslóð fram að kynnslóð og þeir eru einmitt að lenda í þessu að þeir eru búin að hirða af þeim þessa búgarða, þá ná þeir ekki upp 50% af framleiðslunni á búgarðunum sem þeir höfðu áður vegna þess einmitt að bara þeir kunna þetta ekki. Þetta er svo rosaleg sérhæfing. Já. Bara þekkingin er farin. En mér langar, það er ekkert smottir í. Mér langar að taka undir þetta hérna með Jóni vegna þess að við sjáum líka bara í svona marxískum samfélögum eins og þeim í Sovétríkjónum þegar að þeir byrjuðu að miðstýra öllum landbúnaði að það verður svona og fólki var jafnvel bara drepið sem að kunni til verka vegna þess að það var yfirstéttin eða ríka fólkið og öðrum aðalum voru afhent búin. Við höfum líka séð þetta gerast í Afríku og í Kína. Akkurat. Og þetta bara orsakaði hungursneyð mikla. Já, og Holodomor
Holodomor held ég að hafa Holodomor. í Úkraínu. Þannig þetta er rosalega mikið Já. sem að þetta er svo mikill skaði og manni finnst svolítið skrítið að þeir séu einmitt að gera þessa hluti og manni finnst svona eins og þeir ætti að vita betur heldur hann að grípa svona hartinn í landbúnaðinn. Já, þeir eru búin að allavega samfara sjálfa sig það að það sé þess virði fyrir loftslagið að ef að þeir gera þetta allt, færi allar þessar fórnir sem eru svona gríðarlega skaðlegar, þá muni ávinningurinn verða meiri, en það er bara því miður algjörlega engin brú í þessu og þeir eru fastir í þessu. Það verðist vera eins og þegar Þjóðverjar loka kjarnorkuverunum sínum framhald af Fukushima-slysinu og jarðskjálftanum, það lokaður þessum fínu kjarnorkuverum að fara að setja upp einhverja vindmylur sem eru með ótrausta og sveiflukennda orku og sprengja bara upp í loft upp kjarnorkuverin svona til þess að það sé ekki hægt að starta þeim aftur. Þetta er alveg, og saman er að gerast í Bretlandi. Keyptu svo gas frá Rússlandi? Já, ég keypti svo gas frá Rússlandi. Ég er ekkert á móti því. Ég held að Evrópa og Rússar eigi að versla. Það er gott fyrir báða. Nei, en rökin fyrir því að loka kjarnorkuverum til þess að kaupa gas er náttúrulega galinn. Já, það var eitthvað græningjarnir í Þýskalandi voru á móti bæði kjarnorku og jarðefnaeldsneyti. Þetta er bara Þið vildi bara fara held ég inn í torkórana. Ég held að mannkynið mun til að halda áfram. Það þarf náttúrulega að finna lausnir og það er ekki endalaust, þessi jarðefnaeldsneyti er ekki endalaust og verður alltaf dýrar og dýrar eftir þessu minna því. Það er svona að þurfa að fara yfir í kjarnorku. Og núna held ég Evrópusambandið sér búið átt að segja að þetta voru mistök. Og þeir eru bara að gera mistök núna og þeir munu eftir nokkur ár segja við vorum að gera mistök. En þarna sjáum við hvað miðstýring og að fá svona illa áttað fólk til að taka svona stóra ákvarðanir og í svona fjarska frá löndunum og raunveruleikunum þar, það er ekki gott. Ég held að það sé gott að lönd versli sín á milli og eigi frjálsa verslun það sem vilja versla með, en að þau séu sína að framselja svona mikið vald er ekki gott. Það eru til fríverslunarsamninga milli landa. Við erum með 40 fríverslunarsamninga í Ísland. Við þurfum ekki að framselja fullveldi okkar til þess að eiga viðskipti við Kína. Kanadamenn eru í viðskipta eiga fríverslunarsamning við Evrópusambandið og erum við betri kjör á fiski til ESB en við, minni tolla heldur en við og þeir hafa ekki þurft að innleiða neinn lög frá ESB. Og ég held að við þurfum að vera aðeins svona skynsamar í þessu, ekki láta fullveldi og svona sjálfstjórnun á hendi vegna sem hún er forsenda lífskjarana hér á Íslandi. Við getum brugðist við, tekið skynsamar ákvarðanir og við getum rekið þessa stjórnmálan sem ekki standa sig. Ef við gerum þetta að láta þessi völd og ákvarðanir í hendur embættismanna sem við getum ekki rekið og svo getum við ekki hætt eða það verður svo kostnaðarsamt að hætta við höfum aldrei dug í okkur til þess að gera það. Ég meina, það þurfti heimsveldi eins og Bretland til þess að ganga út og þegar þeir ganga út þannig í þessu Brexit þá verður þeim allt í einu sagt að þeir eru að borga 40 milljarða punda áður en hægt er að semja nokkur hlut. Það er 2 ára rammi til þess að klára viðskiptasamning. Bretar eru að yfirgefa sinn stærsta markað en Evrópusambandið er í sterku stöða því að þeir eru bara að missa 20% af sínu markaði og svo byrja þeir að segja Evrópusambandið, við ætlum ekki að semja við ykkur fyrir þeir eru búin að borga 40 milljarða punda. Akkur er við að borga það? Við erum búin að borga alla tíð meira en við nokkuð tíðan fengið frá sambandinu. Við skuldið þetta. Við skuldum þetta ekkert. Þeir tóku þátt í að gera 7 ára eða 5 ára efnahagsplan þar sem ykkar hlutur var þetta. En við erum ekki að fara að taka þátt í því að njóta þess að nokkuð náð. Já, en við ætlum samt að láta ykkur borga þetta. Þetta var kallað ransom eða lausnargjaldið og þeir sá engan annan kosta en að borga þetta og urðu bara að borga þessi 40 milljarða og síðan hófust samningar og þá var ummæli sem fjallu frá ráðamönnum í Evrópusambandinu og í bókinni að þeir skyldu læra sína leksíu og þetta er líka önnur lönd að sjá að þú getur ekki hætt í þessum klúbbi bara eins og þú getur ekki haft það betra eftir að hættir í klúbbnum. Þú verður að hafa það verra. En síðan reyndar hefur hagvöxtur í Bretlandi þó að þeir hafi verið mjög óhefni með stjórnmálamenn. Þá hefur hagvöxtur í Bretlandi verið betri heldur en í Frakklandi eftir að það er gengið út. Og þetta er tóttið áfall fyrir þá sem að vilja ganga aftur inn í Evrópusambandið að það bara er ekki gott ástand á Evrópusambandinu og þrátt fyrir allt þá er Bretland að pluma sig. Þeir eru búin að gera viðskiptasamninga við ótal lönd og eru farnir að busla aftur og ég hef mikla trú að því eftir næstu kostningar muni þeir bara rjúka í gang aftur. Hver er þá?
í Bretar. Já, ég held það nú líka. Ég held að Starmer eigi jafnvel eftir bara að segja af sér. Ég er vonast þess að hann gera það í júni á þinginu sem þeir halda. Það er ekkit víst að neitt betra að taka við sko þá. Nei, þá þarf kannski að flauta til kosningar sko. Já, það þarf að gera það. Þetta er algjörlega glatað sko. Jón, ég sé að þú ert að bíða. Já, ég ætla að taka einmitt sko, þetta með orkudæmið, mér finnst þetta svo svakalegt, því að Þjóðverjar náttúrulega eru búin að, ég veit ekki, sko, það er ekki hægt að segja þetta neitt fallegan hátt, þeir eru búin að, skýta eins mikið á sig og hægt er þegar kemur að þessu. Fyrsta lagi þetta með kjarnorkuverin, að þeir brjóti þau hvernig átt að geta tekið marka á einhverjum sem að tekur þessa ákvörðuninni þegar við erum að tala um framtíð í orkumálum. Ef ég man rétt þá var einmitt Úrsúla eina af þeim sem að sko, var eina af þeim sem, í stjórninni sem jú, tók það ákvörðun, ekki? Hún tók þess að, hún rétt upp hend, hún var umhverfisráður held ég. Öðru lagi þá er sett bann á kaupa olíu sem er hreinsuð í Rússlandi en sem að Þjóðverjar voru að kaupa í gífurlegum mæli. Það sem þið gera í staðinn þá Rússar að taka eftir, það er sagt hreinsuð í Rússlandi, þá senda Rússar olíuna til hreinsunar í Indlandi. Það er hún hreinsuð og svo er hún seld Þjóðverjum á miklu hærra verði og þeir eru að kaupa hann í miklu meira magni heldur en áður. Hvaða hálfvitaskapur er í gangi hana? Hvernig átt að geta tekið mark á fólki sem að rekur orkustefnuna sínu? Ja, og Þorgerður Katrín telur að þetta væri til bóta að láta þetta fólk stýra okkur. Já, og þá kemur þriðja spurningin. Ef að við myndum gangi inn í þetta, þyrftu við ekki að gangundi er ekki bara tímaspurning hvenær sæstrengur færið þá frá Íslandi og þurfum við þá ekki að lenda í sömu orkuverði og er í gangi í ESB eða? Ég veit ekki hvort að sko, svona sæstrengur getur borgað sér raun og veru en ef einhver vill leggja hann þá getum við ekki, sko ef við erum komin í Evrópusambandið þá er okkur skylt að samþykkja hann. Já, er það ekki? Jú, reyndar eru lög hérna á Íslandi sem segja að þingið áskilur sér rétt til þess að hafna því en þá hefst skaðabótamál sem við munum tapa fyrir Evrópudómstólunum vegna þess að það stendur bara í grunnsáttmálum Evrópusambandsins að öllum ríkjum séu skylt að greiða fyrir millilandatengingum og með ekki stöðvar og einhver telur sér geta grætt á því hérna allir með segjum einhver sem mætti orðið rísa vindmyllu verið upp á Austurlandi, kannski 700 megawatt eða eitthvað og segir þetta bara fínt, ég ætla að taka þetta með streng til Írlands eða eitthvað og svo segir Alþingi við viljum það ekki þá segir hann okkur gott og vel þá fyrir ég mál og læt íslensku þjóðan að borga með skaðan tapaða hagnaðin af strengnum. Er einhver fordæmi fyrir? Þetta er bara lög veist, og það er bara, ef íslenska Alþingi brýtur lög á fyrirtæki sem á rétt, samkvæmt Evrópurétti þá getur skapast skaðabótaskylda. Hún getur verið verulega margir tugir milljarðar. Þannig í rauninni eru við orðin partur af heildar orkukerfinu og þá ríkur upp orkuverð hjá okkur. En ég held að leiðin sem er farin núna er að hérna verða sett gagnaver sem að geta alla orku sem við getum framleitt og svo fer afurðin út í genið ljósleiðara sem miklu ódýrari heldur en orkustrengur. Þannig að full vinsla og nýting orkuna verður hér, hvort sem það er til í gervigreindar veru með ykkur slíku. Það er bara hagkvæmara heldur en að vera búið til streng og hafa svo gervigreindar verið ykkur í Írlandi sko. Er þú hlindur því að auka orkuframleiðslu á Íslandi svona eins mikið og hægt er? Ekki með hvaða hætti sem er. Nei. Ég held alveg ekki. En hvaða hætti myndur vilja sjá það aukast? Já, bara með svipum hætti og Landsvirkjun hefur verið að gera þar að segja að það er hægt að bæta framleiðslu getu núverandi virkjana, það er hægt að taka það eru nokkrar mjög góðar virkjanar hæfar ár af vatnsföll, en ég er ekki hrifin að vindorku bara punktur, hún er algjörlega glötuð. Ekki notuð sólarorku hérna? Ekki notuð sólarorku og ég held líka að það bara vatnsaflið er traust og gott og við kunnum á það og líka jarðhittin eða þar sem við finnum nægilega mikinn hitta. Þannig að ég held að við höldum alveg áfram í því og svo bara eftir svona 20-30 ár þá verður að koma í kjarnorkuver út allt og líka hér. Kristrún lofa okkur 25% aukningu ef ég man rétt á orkun næstu 8 árum fyrir kosningar og sagði að ef ég man rétt það var ekki minnir að það sé rétt hjá mér. En ég vil til dæmis ekki hleypa erlendum fjárfestum í það að eiga orkuna á Íslandi. Við eigum núna Landsvirkjun og Orkuveituna saman sem þjóð og það er mikil ásókn frá erlendum aðilum, sjóðum að eignast vindorkuna. Það getur bara sagt í hvað stöðu væri við nú ef að Landsvirkjun hefði bara frá upp að vera í eigu útlendinga. Við erum núna að fá 20 milljarðar ári í arð af Landsvirkjun. Við höfum aldrei fengið krónu í arð af Landsvirkjun, bara einhverja svona skatta náttúrulega
en nú fáum við bæði skatta á arð á Landsvirkjun og þetta við eigum þetta saman. En hversu mikla orku þurfum við að framleiða hérna á næsta árum, hversu mikil aukning þarf að vera? Ég sá að þú kannaðist ekki við þetta lofar en að Kristrúnar, þannig að við skautum bara yfir það. En hversu mikið sérðu fyrir og hversu mikið raunhæft? Ég held alltaf ef þú ætlar að fara í þessi orkuskipti, þar að segja, við ætlum að koma í stað, við láta flugvélarnar fljúa á rafelsneyti og bílan alla keyra á þessu, þá þurfum við tölvöld mikið afl. En ég held ekki að það sé nauðsynlegt eða skynsalegt. Ég held að bara flugvél elsneyti eins og í dag bara frábært og bara líka dísel og bensín frábært og skipaolja og allt þetta. Þú getur reynt að nota, og ég fjallaði með það í bókinni, hitamál allar þessi rafelsneyti. Þau eru öll margfalt dýrari og eitraðri og ógíslegri heldur en þau elsneyti sem við erum með og mjög erfið í meðförum, til og með þessi vetni, menn segja, vetni frábært. En þú þarft svo mikið vetni og svo létt og lítil orka í því að það er ekkert hægt að nota það á flugvélar eða skip. Þá segir mér, notum þá ammoniak. Ammoniak er bara neitrað og setur ammoniak versmið ykkur staðar og reyða fyrir því til að búi til ammoniak. Það bara, ef að það lekur, þá deyr bara allt í firðinum, sko. Þetta er ekki svona eitthvað pínlítið eitrað, þetta er bara baneitrað. Svo þetta geymir það í 30 stiga frosti eða kældum töngum í skipunum og það eru margfalt stærri heldur en núverandi tankar. Þá allt í náttur á því að bara núverandi skipolja er bara snild. Hún er að besta. Já. En notum ekki olíu, notum henni á faratæki, flugvélar og bíla, en við erum ekki að nota hana til þess að kynda hús eða búti rafmagn, af því að það er staðbundið. Notum frekar kjarnorku í það eða aðra svona orku. Heldur að við erum eftir að sjá kjarnorku verið hérna á næstu áratugum? Við munum lifa það, já. Það er að verða alveg gríðarleg bylting í kjarnorkuverum sem ég held að innan kannski 20-30 ára verða þau mjög samkeppnishæf, verður bara framleitt eins og Teslur. Og geta ekki kannski breytt úr sér eins og einmitt, við erum að nota þórium sem er miklu ódýrari en úran og bara orkan sem kemur úr lóafill af þórium dugar fyrir bara alla London í heila viku. Ég held að fólk átti sig ekki á muninum að kjarnorku og annar orku. Og það er bara mjög erfitt, sko. Ef að mannkyni ætlar að sér að þróast áfram, þá mun það nota kjarnorkuna vegna þess að allt hitt er fáránlega lélegt í samanburði. Nema það, kjarnorka er ekki mjög, hún er ennþá fyrirferðað mikil, getur ekki sett hann upp í flugvél, hún hefur reynda notið í flugmóðaskipum og einhvern kjarnorku kafbótum. En ég menna, ég held að... Svo líka þessi vetnisamrumi sem að gefur inn í margfald orku á við klofningu úranjum eða plútóníum, og það er þegar að það er komið það er svo næsta stig. Þá er bara búið að leysa orkuvanda heimsins bara til frambúðar, held ég. Já, þannig til að Elon Musk tekst að beisla sólina sjálfa sem hann Já, hún er nú einmitt vetnisamrumi. Við vorum að tala um sóttvarnalögin hérna og að hún það var að lýsa við einhverju neyðarástandi en World Health Organization, alltaf heilbrigðisstofnunin, getur lýst yfir neyðarástandi og þá taka einhver sóttvarnalög gildi hérna og þá verið að setja ný sóttvarnalög þar sem að virðist vera að hægt sé að skikka fólk í bólusetningar. Hefur þú skoðað þessi lög og hvernig lýst þér á þessi lög? Mér líst ekki vel á þetta, en mér líst bara ekki vel á alþjóða heilbrigðisstofnunina lengur. Þetta var stofnað svona til hliðar við Sameinuðu þjóðirnar, svona samráðsvettvangur til þess að stöðra heilbrigði og allir þessu baráttu gegn einhverjum bakteríum. En nú er þetta orðið þannig að þetta er í rauninni ekki lengur stofnun sem við getum treyst vegna þess að fjármagnin sem hún fær, 80% kemur ekki frá þessum þjóðum, aðaldaþjóðum, heldur frá bóluefnafyrirtækjunum, Bill Gates og Melinda sjóðnum, Kínverjum. Hann var stærstur og það ekki lengi vel. Já, hann er núna stærstur. Já. Og peningarnir sem þeir leggja til, þeir eru allir skilyrtir því að þeir renni til ákveðna verkefna sem hafa verið þróuð ákveðin af þessum styrkveitendum. Þannig að þá eru norðið meira svona svo verktæki sem gefur þennan alþjóðlega góða blæ á verkefnið, þessi en í raun og veru er þetta bara einhvers konar framlenging af hagsmunum Bill Gates eða Kínverja eða þeirra sem er að leggja til þess eða sprautufyrirtækjana sem framlega bóluefnin. Hver eru hagsmunir Bill Gates í þessu? Já, hann er fjárfestir í öllum þessum bóluefnum og hann er að þróa alls konar nýjar aðferðir. Hann vil þróa ný bóluefni og ég veit
veit ekki. Ég er svona augljóstars að skýringin er kannski að hann á sem stóran hluti í nokkrum bóluefnum og ef að alþjóða heilbrigðisstofnunin gefur út að það þurfi að gefa bóluefnin í einhverjum ákveðnum löndum að þá eru þeir náttúrulega skildugt til þess að kaupa það. Þannig að hann er með svona eiginlega ríkistryggingu, alþjóða ríkistryggingu á því að það séu keyptar vörurnar hans. Þetta er bara góð business. Þetta er heldur góð business. Svo er hann bara búin að vera í þessum hugbúnað business og mjög harður spilari þar og náð miklu árangri með Microsoft. En svo sér hann annan business sem er heilsufar. Og hvernig getur hann orðið svona aðal maðurinn, sko, hvernig getur stýrt markanum, hvernig getur hann ákveðið hluti. Hann er bara allstæðar í þessu og hann er bara, þetta eru smápenningar fyrir hann að borga hann inn í hú og það á hann orðið bara eitthvað svona sem er algjörlega allir bara að segja, er komið hérna frumvarp frá hú, við skulum bara gera allt sem þið segja. Ef að lýsi við neðarástandi, gerum það bara. En þá fyrir hann geti hann hafa keypt deginum áður hlutabrif ykkurum hérna, fyrirtækja sem að njóta góðs að því eða taka þátt í því stríði. En það hvað stærðan sig ekki að því að hafa grætt $milljarða á þessum faraldri sem síðast var. Okay. COVID-faraldri. Hann er náttúrulega, sko, hann er í guðatölu hjá þessum hóp sem ég var að tala um áðan að væri búin að missa vitið, sko. Já, það kom hins vegar á RÚV. Unbelievable. Já, bara ótrúlegt. Eða verða á net The Real Bill Gates. Hafið séð þessa heimildamynd? Nei, ég eftir að sjá hana. Hún fjallar svona aðeins þetta er ekki bara góðgerðarstarfsemi hjá honum. Hann er í rauninni flókin típa. Hver hefði nú haldið það? Ég las þess að bókina eftir hann Robert F. Kennedy Jr. Hérna Fauci. Geitskipun aðeins aðra eins. Já. En hérna aftur að hú, en þess að núna við bara tala um hvernig það er fjármagnað og fyrir hvernig það vinnur. Það er ekki að vinna fyrir aðildarþjóðirnar og hugsa bara hvað er best fyrir þær. Heldur verður hann að vinna fyrir þá sem að koma með 80% fjármagninu. Okay. Þannig að síðan koma hérna menn og segja að það eru komin einhver lög í landinu þar sem að þessi stofnun getur bara lýst yfir ykkur neyðarástandi og þá gerist eitthvað í bara 100 landa. Þetta er vald til þess að gera eitthvað. Þetta er yfirþjóðlegt vald. Já, og þetta er mjög óheppilegt og Íslendingar er náttúrulega aldrei að setja sig undir slíkt vald og Bandaríkjamenn taka ekki þátt í þessu og segja þessu bara frá þessu. Margar aðra þjóðir held ég. En til dæmis í þessum nýju sóttnótalögum er ýmislegt mjög skrítið. Þegar ég var að lesa þau yfir fyrst þá sá ég að það var eins og bóluefna framleiðendur hefðu komist í að semja lögin vegna þess að hérna má sóttvarnar sóttvarnalæknir, hann má setja alls konar skilyrði. Þú mátt ekki koma til landsins með mögulega kom frá smituðu landi nema ef þú getur framvisa skírteini að þú hafi verið bólusettur. Ok, þá bara getur hann ekki stoppað. Sóttvarnalæknir getur ekki stoppað þig ef að þú hefur verið bólusettur eða ónæmisaðgerð kallað og ónæmisaðgerðin hafi tekist, það er að segja að hafi tekist að dæla í efninu. Ok, svo ertu með vottorð, það má ekki stoppa þannig að bóluefnafyrirtækin eru farin að framleiða vegabréf. Þetta er svona með óbeinum hætti. Getur ekki stoppað, með þess að sóttvarnalæknir getur ekki stoppað mann sem að sveifla slíku vegabréfi nema þessi rökstuddu grunur að þetta sé falsað eða ónæmisaðgerðin hafi ekki tekist. Þannig að þá sönnunarbyrðin komin yfir á sóttvarnalæknin í miðju heimsfaraldri má hún ekki stoppa eitthvað sem er bólusettur með efni sem jafnvel er ekki steriliserandi, kemur ekki í veg fyrir að hann beri með sér smitið. Bara það að við tekist að sprauta í hendina. Það er ekkert skilyrði að þetta sé algjörlega steriliserandi bóluefni. Skiljið þið? Já. Þannig að þetta getur verið bara misefna bóluefni og hann getur samt ekki stoppað. Já, vegna þess að hann framvísar að það hafi tekist að sprauta og allt sé löglegt. Þetta er ævintýralegt. Þið vitið að COVID-sprautunar kom ekki í veg fyrir að þú smitaðist og smitaðir aðra. Nei, og það var líka það kom fólk fekk að fara eða gætt framvísa sér slíku en ekki án þess. Þetta var, og fjækst ekki að fara í skóla þetta er bara verðlauna hlýðinni. Já, þannig sé ég að áhrif bóluefna fyrirtækjana eru komin á langt. Það er að segja að það er tekið frelsi af fólkinu, lykillinn til frelsi er að bólusetjast og það er mjög margir sem að urða að fara í þetta bara þeir urða að ferðast og vinna á eitthvað svona það langaði ekki að fara í þetta en þeir fóru í þetta út af þessu og þetta er hannað af Gavi þessi tegund af regluverki og það að íslenska alþingi hafi ekki gert athugasemd og stoppa þetta og sagt allavega verður þetta verið þannig að þetta sé þannig bóluefni að þessi algjörlega sannað og hafið yfir allan vafa að sá sem hefur fengið það getur ekki borið með þessi veruna. Þetta stendur ekki í lögum. Ég rifja mjög reglulega upp ummæli Sigmundar Ernis, mannstu þetta því? Hann kallaði bara til því að þeir sem væri ekki búin að taka COVID-bóluefni að þeir yrðu bara svona second class citizens sko, að þeir fengu, hann hefur kannski verið í blackout þegar hann skrifaði þetta. En var ekki Kári, vildi ekki Kári að við færum út í ykkur eyju þar sem er svona
hvað er það, Hrísey eða eitthvað? Ég laði Já, til en að ég meni að segja þetta er maður bara í sama flokki og Alma skilur, þetta kemur mann ekkit óvart. En sko, þannig að ég er ekkit á móti því að fólk láti bólusetja sig að það vill sko, en það þurfa að vera góð bóluefni og þá ekki að þvinga þeim upp og neitt og þetta að til dæmis að gera skylda fólk til þess að taka eitthvað lyfin í líkamann, þetta bara gengur gegn sko frelsis hugmyndum þínum og þú megir ráða þínu líkamann. En þeir ætla sér að ganga með langt í þessu og ég held að við þurfum að fá inn á þing fólk sem að sér við þessu. Finnst þetta eiginlega bara að vera svona Orwellian sko, Dystopian hefði komið langt. Þetta er komið langt þangað. Já. Og ég meina, ég hef heyrt í einhverjum mönnum sem sagði, já, við hlakka til að sjá og reyna að sprauta mig sko. Þetta er bara ofbeldi að hæsta stigi. Þú þarft kannski handsamann sem villit ekki, sterklegur og jafnvel vel vopnaður. Þetta verður blóðbað. Þetta er svo heimskulegt. Þannig ég held að þetta verði ekki notað þetta ákvæði. En líka bara í ljósi þess að, eins og þú veist að segja, við vitum að bóluefnin gegn COVID og það er borðleggjandi í dag að þau virkuð ekki eins og átt að virka. Þau voru allavega ekki safe and effective. Ekki safe and effective, allavega ekki effective, svo mikið ljóst. Það voru þau safe, það eru fleiri aukaverkanir en við heldum. Örugg og virk, mannstu þegar komið læknar í sjónvarpi og sögðu þetta? Örugg og virk. Þetta var bara þulið og við getum ekkert gert fyrir að búin að fá á sig bóluefni. Á sama tíma var bara fullt af lyfjum sem virkuðu ágætlega. Það mátti ekki ræða þau vegna þess að þá hefði bóluefnin ekki fengið þetta neyðarlyfi. Sko, þessi bóluefni voru ekki rannsökuð nægilega til þess að fá markaðslyfi. Þannig að það fengur svo kallar neyðarlyfi. Og þetta er mjög undarlegt sko. Þetta er algjörlega nýtækni. Venjulegur bóluefni eitthvað svona veiklaða veirur eða eitthvað svona slíkur hlutur sem sprautað í handlegginu og áratuga reynsla slíkum bóluefnum. Þarna var notuð bóluefni algjörlega nýri tegund sem er rauninni forrita líkamann að þér til að framleiða broddprótein veirunar sem er bólguvaldandi og hættulegt, getur valdið hjartabólgum, æðabólgum, heilablóðfalli, alls konar aukaverkunum. Og enginn veit hversu mikið þú framleiðir að þessu hættulega. Það fer eftir í hvaða vef þetta fer. Og enginn veit hvar það verður framleitt, í eistunum, heilanum eða í brisinu eða eitlum eða. Og læknar hafa verið að benda á að það er að koma upp núna svona turbokrabbamein sem er ekki séð áður. Alveg ótrúlega ekki ristilkrabba á ýmsum öðrum. En þessi framleiðendur þessara bóluefna keyptu síðan hlutabréf í krabbameinslyfja fyrirtækjum. Akkurat, það er áhugavert. Jón, ég ætla að henda boltana maður sér til þín. Já, ég ætla að taka smá rant sem byrjar með Bill Gates, einn af mínum helstu fjandmönnum, en Bill Gates er eitthvað svona, ég skil ekki alveg hvernig fólk veit ekki meir að það er ástæða fyrir sko eins og Kjartan Kjartansson, meistarablaðamaður á Vísi, kallaði hann mannvininn Bill Gates. Já. Þannig að margir sem veit ekki af því að já, heldur betur. Það er alltaf margir sem veit ekki af því að kerfi í Bandaríkjunum, þeim mun meira sem þú gefur til góðgerðarmála, þú færð það meira tilbaka í skattaafslætti sko. En bara þú veist að fólk sjá ekki að Gates virðist vel einhver svona Bond level supervillain bara, hann er bara, þú veist, hann er búin að, það sem er búin að segja, hann vil bara rækta bíflug, þú veist, og þetta er ekkert sem er staðfest að sé gera, þetta er bara hugmyndir samt sem hann er að viðra. Og þú veist, hann er að tala að taka bíflugur sem eru með bóluefnum og sleppa þeim bara í borgum, hann að þið stingi fólku, þú veist, hann er bara bólusettur á þessu vitir af því, skilur við. Þetta er svona hluti sem hann er að segja. Já. Hann hefur sagt þetta, hann er náttúrulega ekkert, ég er ekki að segja hann sé að gera þetta sko, en bara að þú skulle vera að viðra svona hugmyndir segir og þú hafir þú hafir the means to do it. En líka sem að gera þú fær ofnæmi fyrir kjöti eða það er til. Og það breiðist út þarna frá ákveðnu svæði í norðaustur Bandaríkjunum og er að stækka þaðan þessir, hvað kallaði þetta? Mítlar? Mítlar? Ég veit ekki hvað heitir íslensku. Á íslensku er það kallað mítill, eða ekki? Skógarmítill. Skógarmítlar, já. Það er sérstök tegund af mítli sem að ber með sér eitthvað efni til það að býta þig að þú færð ofnæmi fyrir kjöti. Já, fyrir kjöti. Og málið er það að þeir telja að þetta hafi verið þróað á rannsóknastofu. Þetta hafi verið þetta sé búið til og þetta sé manngert. Og ég langar rosalega að Bill Gates vill náttúrulega að við borðum skordýr sko.
þú mátt borða Já, skordýr. laumeinum slíkum á helga, það væri helvíti skemmtilegur rekkur, en þú veist, svo eiga menn að vera að taka einhver svona heilsuráð frá Bill Gates sem þú veist, einhver svona skinny, fat, vaxni maður sem ég sé á ævinni, sko. Og Það er tíður gestur á ógeðslegur. Epstein-eyjunni. Já, var alltaf konan hann skildi við hann þegar Epstein-fælarnir fóru að koma í ljósa þegar hann var svo mikið viðbjöður. Kynlífsvíkill. Svo, Já, þú sér það á honum. Þú ert ekki að dæma Svo það er bara eitt sem að mér sko gremst aðeins og ég hugsa sko hvernig getur þetta verið löglegt, hvernig getur það staðið stjórnarskrá að veita í raunin það sem er bara enga stofnun eins og varst að tala með World Health Organization. Þetta er ekki einhver alþjóðleg high-end stofnun, þetta er bara eitthvað enga fyrirtæki sem að þessir aðilar eiga. Hvernig getur það staðið stjórnarskrá að veita slíkri samsteypu í rauninni bara yfirráð yfir líkamannu þínum ef að svo ber undir? Hvernig getur þetta staðist? ég held að geta ekki staðist sko, allir að sé ekki eitthvað svona millibíl að hér þurfum við innlendur ráðherra að staðfesta eitthvað svona til þess að gera þetta gilt og gera þetta mögulegt, en ég held að við séum kannski búin að undirgangast á að taka þátt í þessu og eitthvað svona, vera með. Það er náttúrulega mikilvægt að vera með í alþjóðlegu samstarfi ef eitthvað svona faraldrar hefjast. En ég taki eftir því, ég fjalla hennum í bókinni með ESB hvernig Evrópusambandinu tókst að fást við heimsfaraldurinn vegna þess að það gekk alveg ríkalega alltaf aftur fótunum. Maður hefði haldið kannski að þarna kæmi ljós samstæðan og styrkurinn í því að vera allir hjálpa stað. En þá bara þá gerist það að þeir fara allir að Þýskaland lokaði landamærunum sem við 5 nágranna ríkjaðan fyrirvara, svo fara að gera upptækar sendingar af lækningavörum á milli landana sko. Já. Koma hérna í gegnum því, við bara gerum upptækt franska grímur sem voru leiðin einhvert annað frá Mörneke og fór að keppast við að kaupa öndunarvélar bara á mörkuðanum gegn hvora öðrum sko. Þá kom bara að ljósa þjóðverjar, Spánverjar og þetta eru, þetta er ekki Evrópubúar, þetta eru raunin bara þjóðir sem reyna að bjarga sér og sínu fólki, þannig að samstæðan var engin, 0 og síðan þessi samanteknu ráð að semja við bóluefnafyrirtækin endaði með því að Evrópusambandið fékk bóluefnin miklu seinna, til þess Bretar og aðra þjóðir og miklu herra verði og keypti allt of mikið og er búin að farga fullt að þessu og ég held að sko til þess Ungverjar þeir bara rettu þessi bóluefnum annar staðar miklu fyrir. Getur verið, þú segir þetta, að því að Evrópuríkin eru öll þjóðríki. Já. Ég heldur bara nánast öll ríkin í Evrópu séu þjóðríki. Já. Bandaríkin eru náttúrulega ekki þjóðríki. Nei. Og þú veist að segja að ESB eigi að vera að einhverju svona að bandaríkjum, skilur, svolítið svipuð konsepti. Sumir vilja það. Já, getur verið, og nú ég er bara að hugsa þetta fyrst núna, ég er bara að hugsa upphátt, að útlendingastefnan innan Evrópusambandsins sé mögulega til þess að gera þetta, af því að þú segir að í þessu tilfelli þá voru Spánverjar bara Spánverjar og Þjóðverjar bara Þjóðverjar og eitthvað. Nú erum við komið með eitthvað svona stefnu, multikulturalism stefnu og við erum að fá rosalega stóra hópa af innflytjendum sem eru úr öðrum kultúr sem að identifæja ekki sem Þjóðverjar, nýja Evrópubúar eða eitthvað, skilur við bara einhvern veginn nýbúar eitthvað. Þetta grefur náttúrulega undan ríkinu sem þjóðríkjum að á einhverjum tímapunkti þegar þú komið með eitthvað x mikið að bara fólki allstaðar aðrar úr heiminum, þá hætta þessi ríki að vera þjóðríki og þá hætta, eins og þú segir, að Spánverjar að haga sér svo Spánverjar að setja spænska hagsmuni, af því þetta eru bara, þú veist, ef identity er mögulega Evrópusambandið að vinna gegn einhvers svona sterku kultúral identity innan þessara ríkja til þess að þau hætti að haga sér eins og þjóðríki og geti farið að haga sér eins og bandaríki. Já, ég held að það sé samt mjög langt í land þarna sko. Ítalir eru svo ólíki frökkum og ólíki þjóðurum og jafnvel þetta er erfitt, en síðan að fá spurja hvort að þeir muni líta á Evrópusamband, fara að líta á sig sem Evrópusambandsbúa frekar heldur en bandarísk. Það er líklega að það gerist meira heldur en Þjóðverja. Ef að þeir halda þessu áfram og það verður engin sterk þjóð. Ég held að það sé þurfi til þess heimstyrjöld sko. Það sem er búin til eitt sameiginlegur óvinur, til þess Rússar og aliða trónar illsæki við Rússa, þannig að þetta verður allt þannig að það er upp á líf og dauða að standa saman. Mér sýnist þetta plan verið í gangi. Og það geti verið. Við sáum reyndar hjá Sovétríkjónum að menn voru að færa. Það fækka líka fólkinu mjög mikið. Já, við sáum með Sovétríkjónum að þeir voru að taka fólk og flytja milli landa til þess að blanda því og svoleiðis. Nauðungaflutningu. Já, og ég meina að þetta er ekkit ósvipað sko. Ég veit ekki sko, ég held að það séu ekki svona bíræfnir, en mér sýnist sko samt sko að það er greinilegt að það á að halda ófriði við Rússa. Veist,
það er alveg augljóslega mikið samstarfsmöguleika millir Rússa og Evrópu. Rússar eru með bara fullt af auðlindum, Evrópu vantar auðlindir, Rússar eru með svona svipað menningu, ég meina kristin bakgrunn og gildi og það ætti að vera bara frábært að byggja eina stóra viðskiptaheild að hleypa bara Rússum inn í evrópska efnahagsvæðið, og byrja bara sína eiga viðskipti, það er lykillinn að friði. En það vita alveg Evrópu, grunnurinn að tollabandalinu var að halda frið milli Þjóðverja og Frakka. Akkur má ekki líka hafa frið við Rússa. Rússum fyrir fækandi, þeir eru með allt og mikið landsvæði, þeir eru enga ástæði til þess að fara í landvinningastriðin í Evrópu, bara enga. Vegna þess að, ég meina, þeim fækkar og þeir eiga nóg af auðlindum og öllu, það er ekkert að hafa í Evrópu. En Þjóðverjar, þeir náttúrulega ætluðu að stunda meiri og meiri viðskipti við Rússa og þá partur af þeirra plani var það gekk vel. Tryggja, og partur af því er að tryggja frið með viðskiptum. Já. Getur verið, þú veist, ertu með eitthvað svona pælinga að hafi verið reynt að kynda undir stríð frá Brussel til þess að mikka tengstur milli Þýskalands og Mér sýnist að, þetta var allt eftir að koma í ljós betur setna, en við fáum ekki að vita sannleikan í miðjum átökum. Nei. Það verður sagan sögð setna, en mér sýnist margt benda til þess að Bandaríkjamenn hafi viljað kljúfa Evrópu frá Rússlandi til þess að myndiðast ekki öflugu keppinötu við Bandaríkin, en þess að það er bara mjög öflugt batteri, miklar auðlindir og mikið á duglugu fólki og samstarf þar á milli hefði orðið mjög dýnamist, mikill iðnaður og mikið framleiðsla og flott. Þannig að það þarf að kljúfa alltaf Rússa frá Evrópu til þess að þetta myndist ekki verðugu keppinötu við Bandaríkin. Og síðan eru Bretar alltaf að tróða illsakir við Rússa líka frá fornu fari. Þannig að stríð í Úkraínu hafi verið nota til þess að kveikja í þessari tunnu og síðan sjá ykkur að sprengja leiðsluna þarna sem að gasleiðsluna frá Rússum til Þýskalands, síðan bara Bandaríkjumenn afsakið. Ég myndi bara segja að þeir sögðust alltaf að gera það. Já, ég meina þeir bara lofuðu því að myndi gera það. Og voru búin að vara við og allt svona og þeir eru með tæknin til að gera þetta. Þetta voru Úkraínumenn fegnir að hafa gert vegna þess að þeir vildu ekki að Rússar hefðu þetta ágæta viðskiptasamband við Evrópu og vilja fá allir stríði með sér gegn Rússlöndum, eðlilega. En þetta eru hlutir sem við munum skilja betur setna og ég er ekki alveg vissum að ég fæ ekki að vita allt núna. Við getum, það er bara í stríði, það hverfur sannleikurinn, hann deyr fyrstur og báðar hliðar segja sína sögu. Hvernig heldur þetta stríð milli Rússlands og Úkraínu muni enda og þetta er svona hálfgert leppstríð? Það verður bara að enda með... Jón langar að skjóta einhver inn í hérna? Já, nei, bara taktu þennan punkt, ég gera bara eftir það. Ok. Ég veit ekki, ég held að þetta er bara hræðilegt blóðbað þar sem að ungi menni og jafnvel aldraðir í Úkraínu eru settir í þessu kjötkvörn þess einhvern veginn að reyna að draga aflið úr Rússlandi sem að er ekki nokkurn einasta hátt að virka. Þess að viðskipta hindranir og þvinganir gegn Rússum sem Evrópusambandið stendur fyrir eru bara eitthvað humbúk. Á sama tíma er Evrópusambandið að kaupa olíu af Rússum og orku fyrir meira fé heldur en allt stríð hefur kostað fyrir Rússa. Þannig að þetta eru ekkert nema eitthvað hræstni og vitleysa. Hér var að loka bara mjög fínu fyrirtæki á Norðurlandi, tæknifyrirtæki, vegna þess að það var einhvern veginn viðskiptaþvinganirnar gagnvart Rússum gátu einhvern veginn tengst þessu. En þetta voru bara Þannig frosti ekki gleyma fyrirtækinu á Akranesi líka. Já, svo það, þannig að og Írlandi verið að loka 1000 manna fyrirtæki og þeir eru bara einhver álversmiða út af einhver svona tengslum, en þetta skadar mest Evrópu og til dæmis viðskipta þvinganir fyrir Ísland sem er 50% okkar þjóðatekjum eru utanríkisviðskipti. Hjá Bandaríkjamönnum er sama hlutfall 15%, þannig að þeir geta alveg sett á viðskiptaþvinganir. Það breytir ekki þeirra hagkerfi mikið. En ef við erum síðan að fara að taka þátt í sama þvingunapakkanum, þá erum við 50% útsettari. Rússar eru með 30% svona utanríkisverslun. Við vorum með 20-30 milljarða jákvæðan viðskiptahalla við Rússland þegar Þórdís Kolbrún setur viðskiptabanni á. Já, svo fer hún bara í eitthvað frumkvæði að loka sendiráðunni Íslands í Rússlandi að gera engin önnur þjóð, Gekk miklu lengra nættur. Ég er alveg vissum að Bretar hafa manaðan upp í það þar sem hún er núna sendiráða. Það er kannski inni. Þetta er áhugavert.
er bara kenning. Já, bara góð kenning. En hérna það var alveg ótrúlegt hvað hún var fús til þess að blanda okkur inn í málið, sko. Við erum bara hérna... Hún tók rosalega stóra afstöðu og mikið og fór út að hitta Zelenski ítrekka og taka sér myndir aðna. Raun og veru er það mjög varasamt að íslensku ráðamaður sé að draga okkur inn í eitthvað stórveldastríð þegar við erum meira en ekki hlutaðandi. Þetta er ekki stríð NATO eða neitt slíkt. Þetta er ekki NATO-ríki. Og við erum ekki með her og byrja að setja okkur svona inn í þetta mál meðan til dæmis við höfum ekki dátt nema góð samskipti og viðskipti rúsa ever. Þetta er bara vina þjóð okkar. Þetta er eina af þeim þjóðum sem buð okkur aðstoði í hruninu og hafa komið okkur til bjargar margoft með að kaupa okkur fisk og afurðir og hérna er ekkert nema velvilji. Þeir eru í heftalegu stríði í Úkraínu en þeir eru ekki inn í stríði við okkur eða mörgunum líki. Það er mörgunum ríki bara miklum viðskiptum við þá út af þráttur þetta. En okkur er Ísland alltaf að blanda sér inn í þetta og koma sér í áfríðin. Þeir eru líka genalega nær okkur heldur margar þjóðir eins og Bretar og þurra. Þeir koma af svíjum. Þeir svíjar sem fóru austar á þessum tíma. Sem stofnuðu Rúss. Þetta eru líkir okkur sko. Þeir eru genalega bara nokkuð nálægt. Já, víkandi fóru þarna niður átnar. En það virðist vera nauðsynlegt fyrir Evrópu að aðlága okkur því að Rússar séu eitthvað vondir og það er mikilvægt fyrir hergagniðina í Evrópu að þeir séu vondir og það þurfa að framleiða mikil hergagn og núna þarf ESB að endurnyggja og byggja upp allan sín þau hafa engan her og engin hergagn, þetta er allt úrelt, bara einhverju skriðdrekar frá því fyrir heimstyrjaldi síðari. Þannig að þeir þurfa að fjárfesta fyrir alveg gríðarlegar fjárhæðir. Akkurat þeir eru mjög skuldigir og geta það bara valla. Þannig að þeir þurfa að skuldsetja sig meira og það er eitt af sem ég hef ágjör af hérna með Evrópusambandið er að þetta er að verða skuldabandalag og ef við göngum inn í það og tökum upp evru þá eru skuldir til dæmis Ítalíu ekki okkur óviðkomandi. Vegna þess að þegar eitt ríki lendir í vandræðum, evruríki, þá verða hinn. Það hlaupin tilbaka. Já, eða þá að það sem gerist er að það prenta peninga, það verða búin til peningar og þeir valda verðbólgu í öllu ríkjunum sem að þá dregur og kaupmættu okkar. Og þetta er það sem að þjóðverðir hafa ekki vilja að gerast, en er að gerast á fullu að Ítalir eru að prenta peninga. Þeir gera með því að ítalsk ríkið gefur út skuldabrif sem ítalski seðlabanki má alls ekki kaupa og alls ekki evróski. Og það er einhverja aðeilar á marka, einhverja bara engabankar sem kaupir þetta. Næsta dag þá kaupir ítalski seðlabankin þessi skuldabrif sem bera vexti. Þeir fá vextina og greiða svo þá vexti í arð til ítalska ríkisins. Skiljiði, það er bara búið að prenta peninga og prenta evrur og þetta er í gangi. Og evrópski seðlabankin horfir á þetta bara að setja kíkin fyrir blindaugað. Því að þeir hæfa enga, þetta er pirrandi en, svona er þetta allt. Þeir fara að skoða, kíki undir teppið, kíki bak við skápin, hvað er niður í kjallara. Það kemur bara allt upp út úr þetta, allt möljetið. Mér finnst þetta stríð svo áhugavert og mér finnst þetta áhugavert í því samhengi að því ég var að nefna hérna að fólk hafi verið flutt frá einu landi til annars innan Sovétríkjanna til þess að blanda út. Þetta er svolítið inn á það sem að Sverrir kom á hann, að vera að eyðileggja þjóðríkin. Og þetta stríð er afleiðing þess. Af því að það eru rússar og rússnesku mælandi fólk sem að býr þarna í austurhlutanum og líta á sem part af þessu landi sko. En ég er ekki vissum að það hafi verið rótin, heldur var rótin svo að það voru í Úkraínu þjóðurnissinnaði menn sem vildu ekki að þessi rússar væri svona rússneskir og bandaríkjamenn þeir stíga inn til þess að verja á sko. Íta undir þetta, já. Ég lest þau þannig að rússar hafi þurft að taka þátt í þessu til þess að verja sína menn sem byggju þarna í austurhéðunum og voru bara undir stöðum árásum. Já, en það er afleik fyrir mér sko. Eftir að hérna uppgang þjóðirni sinna í Úkraínu og sín tíma. Já, þannig að þetta kannski, svo mynd sem blasir við en hérna, já, hvað voru búin með þetta neyðar ástand köttu? Nei, Jón, langar þig að skjóta einhver inn í núna? Já, ég ætla að skjóta smá inn í, svo tökum við komment og svo förum við neðar ástandið. Það sé alveg fullkomin upplöfust. Ég ætla að skjóta til dæmis, ég ætla að byrja á mastu Helgi þegar Jón Baldvinar hjá okkur, þá myndist hann á að ástæðan fyrir að við Evrópusambandi gæti aldrei virka eins og Bandaríkin væri að því að það er ekkert federal government þarna yfir sem er í rauninni bara með yfir umsjón yfir löndunum, heldur þetta bara svona skrifræði, þetta virkar ekki eins, hann fór svolítið ítalið í það og ég ætla ekki að reyna
do it Það justice sem að mér hérna, finnst en við- rosalega áhugavert við þegar Jón Baldvin kemur til okkar, það er áður en að Evrópusambandsumræðan eða sem sagt, þessi umsókn kemur inn Já. og þá Já. er hann ennþá á því að þetta sé eins og hlaupinni brennandi hús, en hann virðist vera búin að taka uppeyju núna. Já. algjörlega og þetta var stór ástæða fyrir því, það er einmitt eins og hann lýsti því þarna, þetta er ekki hérna eins og hérna Bandaríkin virka. Ég ætlaði bara rétt svona að tala um þegar við vorum að tala um dæmið í COVID og hvernig Evrópa höndlaði neyðarástandi þar. Ég og fjölskylda mín ákváðum, við vorum nýflutt til Spánar þegar COVID skellur á, við erum inni lokuð í 7 vikur, 67 vikur, megum ekki fara út úr húsinu bara til að fara út í búð, en við semst ákveðum að fara heim og við, að því að flugið var alltaf verið að cancela flugið, við vorum búin að panta nokkur flug hérna og það var alltaf aflýst, þannig að við endum á að fá bíl og ákveðum bara að keyra, fara til Norrænu, en að því að við vorum á Spáni og Spánn og Ítalía voru í þeirri stöðu að það var mest smit þar, þá máttu við í rauninni ekki fara borð í Norrænu, sko, því við vorum að koma frá Spáni. En við þurftum leyfi frá ræðismannum á Spáni til þess að bara til sem er að keyra innanlands á Spáni. Við þurftum að fá frá sendiráðin á Íslandi, sendiráð Íslands í Frakklandi þurftum að fá leyfi til að fara inn í landið, við þurftum að fá leyfi til að fara inn í Þýskaland og sem betur fer, að því að það var bara tilviljunarkennt hvort í kæmust til Danmerkur, þar var einhver blind fullu Dani í öryggiskýlinu þarna landamærum sem hleypti okkur bara inn. En þetta var bilunin sem var í gangi þarna. Og við upplifum þarna hluti sem að enginn á eftir að upplifa aftur, sem að við vorum bara keyrandi, eins og til við keyrðum á autobahn í Þýskalandi klukkan 3 eftir hádegi og við keyrðum í 2-3 klukkutíma á þess að sjá einasta bíl á þjóðvegi 1 í Þýskalandi. Þetta var bara svo zombie-mynd. Þetta var ótrúlegt ástand. Þetta er ótrúlegt leikun, sko. En já, svo ætlum við að fara, ég ætla að nokkuð komment, við erum búin að fá nokkuð skemmtilega hérna og ég eitt af skemmtilegasta er bóvaer, það er bóluefnið. Já, bóvaer. Og svo segir Bjarki, ef inngildingin er raunveruleg, akkur hef ég þá aldrei heyrt Jón Þormar yrða orð í spænsku, skák og mátlipar. Ég ætla ekki að fara að tala spænskuna hérna núna. Já, þetta er mjög gott. Amok hrunið, Golfstrauminn byggist á líkani eins manns, Stefan Ramstorff, og ég spyr bara, hvað ef hann hefur rangt fyrir sér? Ef að taka þetta bara eftir eða vil ég skjóta einhverju á þetta núna? Þetta passar inn í neyðarástandið. Ok, þá tökum við það bara eftir. Við getum ekki verið að taka neina sjensa í þessu. Það er neyðarástand. Sætti ykkur bara við það. Ég er sammálað það. Já. Ok, þá svo er það eitthvað að ræða Keir Starmer, eru vissum að Helgi sé mjög mikill aðdáandi hans. Svo kenna evrópskir leiðtogar. Mér er ótrúlega illa við Keir Starmer. Ég bara, bara hræðilega stjórnmálamaður, sko. Já, það ég held að sé ekki hægt. Þú veist, það þarf að vera ekki eins og við Arnar Þór var nú sammála okkur, hann er bara ógeðslegur. Ég ætla bara að segja bara eins og það er. Það er bara ég tek það bara lögsóknir sem fylgir því að það er náttúrulega ólöglegt að smána erlenda þjóðarleiðtoga. Ísland er síðasta landið til að hafa virka iðnaðarstefnu sem eykur iðnaðarframleiðslu og störf, segir svo Bjarki. Nei við ESB, segir Alda Lárusdóttir. Í raun er aðal vandamál okkar hve margir Evrópusinnar eru við stjórn hér á landi og innleiða viljandi ESB regluverk sem okkur er ekki skylt að innleiða samkvæmt samningi. Sko, sagði Ólafur Ragnar það ekki í Chess After Dark daginn, Viðreisn er bara stofnuð til þess að ganga í Evrópusambandi og Samfylkingi tók þessa ákvörðun fyrir löngu síðan, hann að getur svo sem tekið ágiskanir út frá því. Bumbutussa segir Bill Gates er svo að funda lab-grown meat, það er rétt, hann er að búa til eitthvað svoleiðis og bit frá Lone Star Tick veldur alpha-gal syndrom sem er þetta sem verður til þess að þú getur ekki borðað rautt kjöt. Hróðalegt. Þetta er bara skelfilegt, sko. Og svo kemur þetta spurning til Frosta varðandi Kolbrúnu Reykfjörð. Já, ég ætla að koma bara rétt að skjóta það einmitt og það er bara, sko, þetta er eitthvað, ef að fólk hefur skoðað tweetinina frá þessum tíma, þetta er bara eitthvað óþægilegast og vandræðilegast sem ég séð, bara eitthvað ráðamann, ráðherra á Íslandi gera, hún er með tunguna svo langt upp í afturöndanum á Zelenski að þetta er bara svo, maður sé að horfa á einhverja hetjudýrkun frá einhverjum sturluðum aðdáanda. En
Það er spurningin til Frosta frá Sven Svensson varðandi Kolbrúnu Reykfjörð og Þorgerði. Er möguleiki að ákæra þær fyrir að stofna Ísland í hættu með tilliti til að aðtökur út í stríð sem okkur kemur enga veginn við? Sko, ég hef ekki vitað því, sko, ég er ekki lögfróða maður, sko, en mér finnst þetta að vera, ég held að sé í landslögum sérstök ákvæði þar sem að hver og eitt sem að ítir Íslandi inn í einhvern ófrið eða er í einhverju makki við erlenda aðilum að gera það er landráð, það er bara alvarleg ákæra og síðan er mjög erfitt að fá rannsóknarlögregluna eða embætti ríkissaksóknara til þess að fylgja því eftir virðist vera. Það er líka í lögum að við að vera hlutlaus í svona deilumálum gagnvart öðrum ríkjum. Já, mér sýnist að það sé nú einhver ákæra landráð og annars líkt gegn Þorgerði Katrínu í gangi og það hefur sér verið að reyna að svæfa það einhvern veginn í kerfinu þannig að það er bara ekki brugðist við ákærunni, sko. Og það er náttúrulega ákæru valdið á Íslandi ætti að taka mál til skoðun og taka með til yfirheyrslu og eitthvað svo leiðis. Fyrir hvað? Þetta er að spyrja Arnar Þór Jónsson þetta, hann er lögmaðurinn í málunum. Þetta er mjög áhugavert mál. Mjög áhugavert. Ég bara heyrði þetta fyrst. Náma til okkar frættur. Efni í þátt að bara fara yfir þetta mál vegna þess að þar, hann er með öllu rökin á hreinu sem ég er ekki en þetta eru margir að velta fyrir sér. Er ekki skylda okkar ráðmanna að gæta þess að við sofumst ekki inn í ófrið út í heimi vegna þess að það er enginn sem hefur ástæðu til þess að gera árás á okkur eða koma hingað og klippa okkur ljósleiðara með okkur kabótum. Ég meina til hvers? Ég meina við erum ekki ógnvinn einn en ef við erum með stöðut að pirra til dæmis stórveldin með einhverjum að vera eins og chihuahua hundur, eitthvað geltandi og gemmandi og við fyrir þá höndi ykkur annara hagsmuna, þá enda með því að það er svona, verður eitthvað gert. En það hafði enginn held ég í Rússlandi áhuga því að gera okkur neitt skada áður en að Þórdís Kolbrún fór að yppa gogg með þessum hætti. Nei, þetta var alveg bara ótrúlegt. Sko. Þetta hefur engin jákvæð áhrif á málið engin jákvæð áhrif á málið. Þetta er ekki að fara að breyta neinu til betri vegar, maður veit það. Breytir engum gangmálsins, við erum bara ekki nægilega stór þúa til þess að velta slíkulhasi, en þetta getur stórskað okkur. Og svo líka bara stórar ákvarðanir eins og að kaupa vopn eða skotfæri. Já, ég var algjörlega andvíð því. Já, ég líka. Ég vildi kaupa einmitt bara eitthvað af össuri, eitthvað hjálpagogn. Já, maður hefði getað verið með einhverju svona mannúðastefnu og reikið hana frekar heldur en að blanda sér beint í stríðsrekstur, sko. Já, ég veit eins og normin og aðri gera, þeir eru með eitthvað fyrirtæki sem framleiða hjálpagögn, þá kaupir ríkið af þessum fyrirtækjum í Noregi hjálpagögn og alls konar matvælapakka, við myndum kaupa af össuri, sko, og gefa það. Og þegar ég var á þingi þá spurði ég utanríkismál, þá var verið að gefa alls konar pening á styrkja og ég sagði, eru þau að gefa bara einhverja dollara, hvar fá þessu dollara? Akkur gefið ekki harfisk og mat og eitthvað sem er, eitthvað við framleiðum. Nei, það er bara ekki tekið við slíku. Þeir vilja bara dollara. Þegar 90% af peningunum fór bara í hítina. 10% rann síðan til þessara vesalningar sem átt að fá peningin. Borgaði þetta í skreið. Og þessi stjórnendur og millistjórnendur vildi ekki fá skreið, sko. Eða lopapeysur. Lopapeysur að dósa mat. Nei, það hefði verið nóg að gera hérna í lopapeysur. Þetta var í Nígeríu. Það er alveg vittlausir í þetta. Bandaríkjamenn hafa gert svo, þetta hefur verið sniðir að þeir borga þessu military industrial complex, þeir moka peningum í það sem að síðan afhendir sérsagt út vopnin. Þannig að peningarnir eru að einhverju leiti, sko, innan bandaríkjanna, sko. Já, Evrópusambandið sem er alltaf að setja núna 800 milljarða í vopnakaup er að setja í gang vopnaverksmiðjur í Evrópu til þess að ráðstafa þessum peningum. Okkar þáttur í þessum 800 miljardum er því náttúrulega mjög há fjárhæð, sem 2000 eitthvað að því. Ég meina þetta eru þá 100 miljardar eitthvað svona. Já. Hvað getum við gert annað við það? Eitt spítali? Ég veit ekki að þetta dugar áttur ekki í flóttamannamál alltaf en í eitt ár. Hálft ár á flóttamannum. Ég fór að reikna út hvað kostaði að vera í Evrópusambandinu og ég fekk það út að maður fer bara yfir, það er ákveðin prósent af þjóðatekjum og virðisaukanum og hitt og þetta og tollunum, 75% af þeim og allt rennur þetta til ESB. Maður er mjög fljótlega komin upp í 20 milljarða ári, sko, og líklega
síðan alls konar sérverkefni í Evrópusambandinu eins og þessi hernaðamál og annars slíkt sem bætist við. Það eru stóra tölur sem er jafn mikið eins og þessi förstu árgjöld og það er alltaf eitthvað slík átaksverkefni í gangi sem alla þjóðin borgi. Þannig ég kom upp í það að þetta kosti cirka svona 100 milljarð á ári, svo fáum við kannski ykkur 5-10 tilbaka í styrkjum sem við mögum gefa til bænda eða landeiganda eða eitthvað sliðis og svo en yfir 10 ára tíma þá erum við að tala 1000 milljarða, kannski 800-1000 milljarða í greiðslur. Svo fór ég líka að reikna út hvað er kostnaðurinn að því að taka upp fastgengistefnu, af því að þá hækkar atvinnuleysi svona 3%, það er bara svona regla, af því að þú missið hennan sveigjanlega gjaldmiðil þá er afleiðingin yfir hærra atvinnuleysi og segjum bara 3% hærra atvinnuleysi, þá er hægt að reikna það út með svona hagfræðiformúlum að þá er þið kostnaðurinn af því svona 150 milljarðar á ári, sem sagt aukna atvinnuleysið í töpuðum þjóðatekjum og í auðvitað öllu því sem fylgir atvinnuleysinu. Og þetta eru svona nokkuð þekktar stærðir og þá eru komin upp í 250 milljarðar á ári sem að renna út úr okkar samfélagi sem annars hefði orðið að verðmætum hér og svo eru þeir alltaf að tala að kosti að vera með krónun 20 milljarða, gjaldeyrisforða og annars slíkt. Og ég fór nú að kíkti á það bara í dag, hvort að Danir var ekki með gjaldeyrisforða, þeir eru inn í þessu mynt samstarfi, þeir eru ekki búin að taka upp evruna en er inn í ERM2 samstarfinu og njóta stuðnings Seðlabankans. Ég fór að kíkti í hver fel stuðningurinn. Jú, þegar Danir eru búin að nota allan sinn gjaldeyrisvaraforða til þess að verja gengið, þá koma þeir inn og hjálpa með því að lána ávöxtum og það er ekki greitt innan 6 mánaða, þá leggjast á 50 pánta álag og þá bara sökkva Danir dýpra í skuldafinnið. Þvílíkir vinir. Þetta eru þvílíkir vinir og þessi stuðningur er ekki ókeypis. Þetta eru bara lán og síðan kemur í ljós að danski gjaldeyrisvaraforðinn, hann er álíka stór og íslenski gjaldeyrisforðinn í hlutfalli við þjóðarframleiðslu. Hann er gríðarlega stór í Danmörku. Til þess að halda sér innan við ERM á þess að þurfa að leita og náður Evrópska Seðlabankans. Þetta skiptir engum máli. Nei, þetta er bara engin stuðningur í þessu, Þú verður bara að vera með fullan gjaldeyrisvaraforða inn í þessu ERM2 og síðan þegar þú ert búin að taka upp evruna þá breytist þetta, þá þurfum við að leggja framlag til gjaldeyrisvaraforða Evrópska Seðlabankans, 100 milljarða, cirka, kannski meira, 150. Og svo verðum við sjálf að vera með buffer, svona sveiflujöfnunarsjóð, sem væntanlega þarf að vera svona 500 milljarðar. Þannig að þá eru aftur komin bara upp í svipað tölur eins og við erum með í dag í gjaldeyrisvaraforða. Og allir þessi sparnar sem verið að ljúga okkur, gjaldeyrisvaraforðin okkar er á vöxtum. Hann ber vexti, hann er ávakstaður í ríkisskuldabréfum, bandarískum og evróskum út allan heim. Þetta er ekki eins og þetta sé bara pjúra tap á hann. Nei, einmitt. Þetta er bara... En Jón, varstu búið með spurningan þar? Ég ætla að taka tvær í viðbót. Það kemur gaman að sjá Sverri í fullum undirbúningi fyrir Pride-mánuð. Já. Það er júní. Það er bleikibólir. Svo er fræðandi og góður þáttur. Ég er margs vísari eftir þessa yfirferð með ég sem flesti landsmenn hlusta. Já, við þökkum fyrir það. Samanlega því. Svo segir Donkey Milkers að Helga Dögsverði, já, það er hægt að vera ósammála Frosta, en það er ekki hægt að þræta fyrir að hann sé með hagsmuni Íslendinga leiðarljósi. Og svo er sagt áróður fyrir hönd Úkraínu er innflutt orðræða og engan samastað hér. Íslendingar hafa ávallt í besta falli verið hlutlausir gagnvart Rússum og reynda rússa sleikjur ef þú ert frá Neskaupstað. Og svo sagt já, ákærunni var vísa frá minni mig. Og okay. Já, svo segir Hrafnetta, okkar allra besta að Gates sé einni í Epstein skjölunum, hún er ekkert nánar út í það hér og við erum náttúrulega búin að koma inn á það, hann náttúrulega er í Epstein skjölunum og ég trú ekki bara ekki að fólk sjá ekki að þetta sé bara Bond level supervillain, ef hann væri í Bondmynd þá væri allir búin að sjá hver væri vondikallin, En skellum okkur í, Helgi, neyðar ástand Kötu Jak. Já, ég til í það. Sverrir alltaf að fá að skjóta inn einu. Það er eitt sem mér finnst alveg bara mjög mikilvægt að varandi þessa kosningu í ágúst að mér finnst það verður svo óljóst. Umræðan þessi mál eru það hvort við séum að út á hvað þessi kosningu, hver afleiðingarnar af jái og hver afleiðingar, ég held að þessi skýrt hver afleiðingar nei er, en bara fyrir hlustendur og
fleiri bara hafa alveg á hreinu hverjar eru afleiðingarnar af því að kjósa já í ágúst. Hvað gerist? Ég svæði núna. Ég held að þá fer Þorgerður Katrín og fer að semja eingöngu okkar inn í Evrópusambandið. Bara það er það sem gerist og það verður að stofna samningahópar, það verður 100 manna í þessu verkefni. Í öllum ráðuneytum, öllum fyrirtækjum þurfa allir að fara að leggja til einhverja vinnu. Þetta mun kosta svona í beinum peningum 2 milljarða og svo alls konar óbytt kostnaður sem er eflust jafn mikið. Það verður endalösa flugferðir og kynningaferðir fyrir alla sveitastjórnir til Brussel að kynna þeim þetta sæluríki. Og ég held að þetta verði Evrópusambandið mun standa alveg vera á fullu í því að samfara þjóðunum að það segja já við samningnum sko. Og þeir hafa tilkynnt að þeir ætla að gera það. Mér líst ekkert á að setja þetta maskin í gang sko. Og ég held líka það sko bara fyrir þá sem að vilja ekki gangi í Evrópusambandið þá eiga bara að segja nei og spara okkur hérna kostnað og ríkisstjórnin getur þá verið bara áfram einbeitt í því að vinna hagsmunum Íslands í því að reka ríki betur og það er nóg að gera. En þarna mun fókusin fara frá því og það er til dæmis eins og gerðist til dæmis ef við ætlum að gera milliríkjasamning og fríverslunarsamband við Bandaríkin eða Grænlandi eða eitthvað annar land bara eða búa til eitthvað svona. Allt það myndi fara í kyrrstöð bara eins og fríverslunarssamningu við Kína, viðræðurnar voru hafnar, svo árið 2009 þegar umsóknin var sett í gang og viðræðurnar hófust, þá sagði Kínverjar, við ætlum ekki að tala við ykkur meira því að þeir eru bara farin í Evrópusambandið og það er tollabandalag sem að við höfum ekkert meira við ykkur ræðin þetta og síðan bara leið og viðræðurnar voru settar á ís, þá hleypur Össur á stað og heldur áfram og klárar fríverslunarssamningu við Kína vegna þess að hann vissi að næsta ríkisstjórn myndi gera og þá myndi hún eiga heiðurinn af því. Þetta var snjallt hjá honum. Össur er algjör snillingur í stjórnmálum og þetta fá hann ekkert þáttinn. En ég er ekki sammála í neinu atriði, en ég er bara þvílíkur refur sko. Þannig tókst hann þetta. Hann er orðheppinn líka. Já, bara stór skemmtilegur og getur verið Ég hef spjallað svolítið við hann stríðin í Gufubæðinu í Laugum. Þar hittir maður heldur ráðamenn landsins og Guðin Ágústsson líka og alls konar ágætis menn sko. Það fór vel á með okkur í þinginu sko, okkur fannst hann er skemmtilegur. Hann er skemmtilegur en algjörlega ósammálan sko, og en hann var að vissuleita heiðarlegri heldur en ég nálgast þetta heiðarlegri háttaldur en núna gert. Þetta var í raun að veru núna fyrst mér þetta að vera svona óljósara, þá var alveg skýrt sko hver samningsviðmiðin voru sko Alþingi setti mjög skýra rauða línur og allt svo lýs og í samningunum þá hvaða línur voru það? Það er komað fram í áliti meirihlutans þarna frá 2009 meirihluta utanríkisráðuneytis koma mjög skýra línur sem að ríkisstjórnin mátti ekki stíga yfir í samningunum, mátti ekki semja af sér varðandi sjávarútveginn, landbúnaðinn og alls konar fjárfestingar til dæmis í sjávarútvegsfyrirtækjum og annað slíkt sem að varð alltaf vera dýravend, sjúkdómar og annað slíkt. Allt þetta var algjörlega mikilvæg hlutir og ríkisstjórnin hafði ekki umboð til þess að ganga og semja af sér í þessum málum. En þér finnst þú núna ef það hefur kosið já, sem að vera líklega ekki gert, að þá væri Þorgerður Katrín svo til með... Hún er ekki bundin að þessu. Nei, hún er ekki bundin að þessu. Hún segist alltaf að hafa hliðsjón að því. Og svo ætlar hún að setja sér eitthvað samningsmarkmið ef hún fær umboðið frá þjóðunni til þess að fara í þetta. En mér fannst þarna, þá var umboðið algjörlega skilyrt og ríkisstjórnin var skylt að koma til þingsins og gefa skýrslu reglulega hvernig gengi. Það er ekkert slíkt í þessu, en þetta er miklu opnara og við erum að fara að treysta bara í rauninni Þorgerði Katrínu sem að fekk 15% traust, 15% kjósenda í síðustu kostningum til þess að fara í þessa samningaferð til að semja fullveldi landsins sko, og sjálfstæði og gegn einhverju, ég veit ekki hver ávinningurinn er sko, ég bara sé ekkert hver hann getur verið og ég held að þetta sé eins og að dingla svona mús fyrir fram á kött við erum músin, Evrópusambandið kötturinn það Evrópusambandið gerðnist að sjálfsögðu þessa aðstöðu hér upp á norðu hér sem við erum með mjög mikilvægur staður á plánutunni. Við erum með alveg gríðarleg hafsvæði, mögulega olíu, góma fiski og orku. Og þetta, við myndum alltaf vera að borga meir en í Evrópusambandið heldur en fáum út af því að við erum moldrík. Og það hafa einmitt bara fátæk ríki sem hafa verið að síðustu 20 ár, já. Góðvinur þáttarins bent okkur á að
sem sagt, allir sem hafa vilja gangin í Evrópusambandið eða hafa talað fyrir því að þeir vilja, að vil enginn gera það á þeim forsendum sem að almenni samningurinn þeir vilja allir fá einhvers konar undan þá eða eitthvað svoleiðis. Ég segja það. Já, þannig að vil einhvern veginn enginn gangi í Evrópusambandið á þeim forsendum sem að Evrópusambandið að bjóða og það þarf alltaf að vera undan þá eða eitthvað slíkt. Já. Er það ekki rétt hjá mér? Jú. Er það ekki svolítið skrítið? Ég hef ekki ennþá hitt neitt sem segist vilja gangi í Evrópusambandið eins og Mögulega hefur ykkur á internetunum sagt að jú, ég held að við þurfum einhver undan, það var eitthvað svona, sætti sér bara við þetta. En ég held sko, auðvitað kannski ykkur hópur fólksina sem vil skoða þetta og við myndum vilja ganga inn, en bara ef Evrópusambandið breytir sér í grundvallaratriðum. Já, einmitt. Þetta svona svolítið skytið og ég held að síðan annað í þessu sem að mjög ekki gott að við höfum enga stjórn á framtíðinni, hvernig það þróast áfram. Í bókinni fer ég yfir hvernig það þróast hingað og það orðið búið allt ólíkt, mjög ólíkt því sem að upphæði var. Þá ætlum við bara með fríverslun sín á milli og eitthvað svoleiðis. Sko. Þetta var bara tolla og viðskipta. En nú þetta orðið búin pólitískt bandalag og jafnvel að verða hernaðarbandalag og kannski stórríki. Það var alls ekki hugmyndin í byrjun hjá almenningnum og í upphæfi hafðu öll ríki neitunarvald í öllum málum. Núna það bara en undantekning. Þannig að þetta alltaf að verða meira og meira miðstýrt. Og það mun bara halda áfram svo þróun svo lengi sem að þetta lifir þetta samband. Og ég held að þannig að við förum inn í eitthvað eins og að lítur út núna, en hvað gerist svo? Við munum ekki geta haft neina áhrif á þá þróun. Því að við erum fá og smá og fjarri Brussel. Þannig að ég finnst þetta ógætilegt. Jón? Já, ég ætla að skjóta tvennu að þetta, bara ég finnst það mjög stutt og það bara að fólk má ekki gleyma því að Þorgerður Katrín, allur hennar stjórnmálaferill byggðist á því að stofna Viðreisn, eða fyrir utan alltaf sem hún var í Sjálfstæðisflokknum, til þess að ganga í Evrópusambandið. Hún ekkert að fara að skoða inn eitt pakka, hún fær þetta umboð. Það aldrei að fara að vera nei hjá henni. Hún hefur enga hagsmuna að gæta í rauninni að því að það verði, skal ég segja, ég bara segja mína tilfinningu hérna og hún bara mjög sterk. Mun hún hafa að fara að segja já ef hún fær umboð. Mun hún hafa heimild til þess? Ég ekki talað að ok, ef það verður kosið, já, næst. Og það þarf seinni í kjölfarið þyrfti þá aðra þjóðaratkvæði. Jú, en svo er komið nýr lás inn í þetta að bæði Kristrún hefur sagt, forsætisráðherra, að hún mun ekki leggja fyrir þjóðuna samning sem henni líkar ekki. Þannig að Þorgerður núna komið með þetta að fyrst þarf hún að samfara Kristrúnu að þarna sé komin ásættilega samningur og þá hann lagður mögulega fyrir þjóðinni í þjóðaratkvæðagreiðslu. Þá þarf að samfara þjóðina. En í því áráðustríði þá mun Evrópusambandið það verður beitt þvílíkum áróðri í þessari seinni þjóðaratkvæðagreiðslu. Og ég held að því miður að núna í sumar, að halda þetta svona í sumarlok, það svona til að takmarka alla umræðu og alla vitræna umræðu þetta að fólk geti bara ekkert kíkt í pakkan og kynnt sér í raun að veru, mynda sér skoðan á þessu, eða kynnt sér, fólk á Íslandi náttúrulega bara upptekið að þeim vandamálum sem eru á Íslandi, hefur ekki tíma til að setja sig inn í þau heildjúpu og ótrúlega djúpu og erfið vandamál sem eru í Evrópusambandinu og þá bara verið einhvern veginn svona Shangri-La, einhvers konar paradís fyrir okkur. Það bara algjörlega ekki það, Þeir myndu allir vilja skipta og koma hingað í staðinn, Þeir myndu vilja ganga í Ísland. Þetta kemur einmitt inn á seinni punktin sem ég ætla að koma með og það ég mæli bara innilega með því að fólk kynni sér þá ritskoðun sem að Bandaríkjastjórn sjálf hefur sakað Evrópusambandið að vera með og þetta kemur í kjölfar stóra skýrslu að Evrópusambandið hefur haft bein afskipti af fjölda kosninga í löndum í kringum okkur. Bandaríkjastjórn fletti ofan á þessu, það Elon Musk hefur bókstaflega stigið fram sagt að þeir hafi boðið öllum samfélagsmiðlum í rauninni bara ólöglegar greiðslur gegn því að þeir myndu ritskoða stefnu sem hluti sem Evrópusambandinu væru ekki að skapi. Hann hafi verið svo eini sem hafnaði því, Telegram reyndar hafnaði því líka og algjör tilviljun þá eru þetta 2 miðlar sem eru ofsóttir núna af Evrópusambandinu af allskyns ástæðum. Já. Nútíminn kvartaði yfir þessu Nútíminn kvartaði yfir þessu daginn að það stórminkandi lestur á allar greinar sem eru á einhvern hátt með slæma umfjöllun Evrópusambandið. Broadcast reyndi meðal annars að setja með honum Heiðari Guðjónsinni að setja í loftið og kaupa auglýsingu fyrir viðtala sem að umfjöllunarefni var ekki ESB sinnað. YouTube hafnaði því
gegn því vegna þess að talaði um pólitískt hlaðið efni væri að ræða. Þeir hafna engu þó að sé pólitískt hlaðið efni að ræða og ég held að fólk ætti að fara að skoða það að kíkja sjálft inn á miðla sem ekki endilega hallir undir Evrópusambandið því að það eru stóra líkur á því að fítið þeirra til dæmis á Facebook þar sem flestir fráfréttina sínar að það sé bara einfallega bælt niður, skuggabann svo kallað. Já. Þú skrifar kapla þetta í bókinni ágreiningu við Bandaríkjun og málfrelsi og þá er þess að Digital Services Act sem er 2022 tekur gildi á blaðsíðu 120 og þar sem að hugmyndin að gera netið öruggara og koma í veg fyrir hatursorðræðu og falsfrestir og ólöglegu efni og samfélagsmiðlum. Hver á móti því? Já, hver á móti því? En þá myndast þessi hræðsla að það sé hægt að nota þetta til þess að skýla efni sem er þeim óhagstætt og virðist vera gert. Já, það er gert og það var fundist verksummerkjum það og þeir segja alveg opinskátt Evrópubandalega, þeir ætla að blanda sér hér í skoðanamyndun hér á Íslandi. Það er líka áhugavert að hvað heitir nú sem við vorum að ræða við hann Þórarinn Hjartarson í síðasta þætti fjölmiðla nefnd stofnunin fjölmiðlanefnd. Hún er þegar farin að komin í aðlugun nú þegar að lögunum og það stendur á síðunni þeirra. Þannig að maður velti í fyrir sér hvort að þeir alltaf innleiða þetta áður en það kemur til þess að geta þá beitt sér líka heima fyrir hvað er hentugt og hvað er óhentugt efni og hvað er kannski falsfréttir og hvað ekki. Ég meina við munum eftir því bara í COVID að þá eru ýmsar fréttir sem að reyndust falskar sem að vera að bera ofan í okkur og það voru svona alls konar fact-check sem að reyndu síðan bara að vera röng og fullt af svona hlutum. Þannig að við höfum ekki góða reynslu af því að það sé verið að ritskoða. Við höfum ekki góða reynslu heldur þessum bóluefnum og öllu þessu sem okkur var einhvern veginn þessu voru allir tróðið ofan í okkur og við áttum bara að hlýða. Þetta gerist í Bandaríkjunum líka, the Twitter files það er náttúrulega skandall, Twittergate eða hvað það sem að ríkið vegna þess að það má ekki sjálft hindra málfrelsi en það má kannski fá verktaka, það fékk verktaka til þess og það er náttúrulega skandall og þetta komst allt upp þegar Elon Musk keypti Twitter og afhenti gögnin og þá til blaðamanna sem gáttu unnið úr þessu og séð hvernig það hefur verið fundið með CIA-mönnum og þeir jafnvel konið til starfa innan Twitter til þess að sjá til þess að það er strax drepið niður í öllum sem að voru með óheppilega umræðu. Það þurfti ekki eins og að vera falsfréttir, það þurfti bara að vera óheppilegar upplýsingar, réttar en ekki þær sem að Bandaríkin vildu sína og nú eru til dæmis það er mikill ágreiningur þessa löggjöf í Evrópusambandinu frá austantíðalslöndunum. Þau eru ennþá minnug þess þegar málfrelsi var takmarkað. Þeir sem hafa alltaf búið við málfrelsi og lítið sem sjálfsagðan hlut, það átt að segja á því hversu fljótt það getur horfið. Sér í Bretlandi eru 12.000 manns í fangelsi fyrir það að hafa lækað eitthvað vitlaust Ég held líka að þetta frjálslinda fólk sem ég nefndi á hann að væri kollektíft búið að missa vitið. Að þetta er fólk sem að tjáu sig aldrei út fyrir hennan ríkisvottaða ríkisútvarpsramma eða BBC eða whatever skilur. Þannig að þetta fólk þarf ekkert á tjáningafrelsinu að halda. Þetta er ekki fyrir þau. Þannig að þau eru alveg til í að taka það. Nota það hvort sem er aldrei. Þau tjásu bara eftir þau eru bara þau eru bara andlega í vikunum í Gíslamartinni alla daga skilur þannig að af hverju ættu þau eitthvað að hafa áhyggjur á tjáningafrelsinu þurfa það ekki Nei, þetta er alltaf svona first they came for the then they came for the þetta er eitt af þessum með frelsið og öryggi og annars líkt það er alltaf sagt í þá öryggis þá ætlum að minnka frelsið þitt ert ekki til í það og svo heldur það bara áfram en þess vegna verður við bara alltaf að standa gegn öllu slíku Manni finnst alveg ótrúlegt eins og bara í COVID að við vorum heima hjá okkur við réðum ekki hverju við fengum í heimsókn við máttum ekki fara út Jón fór sérstaklega illa út hann er náttúrulega á Spáni þar sem var fascista sósíalista stjórn og þú veist maður bara svona horfir á þetta og maður veldi fyrir sig hafið ekkert lært sáu þau ekki hvað geti gerst og að því vorum að tala þessi sóttvarnalög sem var verið að setja á. Þetta kom mér svo óvart að við höfum ekki reynt að skilgreina hluti betur eins og hvenar er veira orðin það hættuleg eða síkill að þú veist að þurfa að gera einhverja ráðstafanir. Þú veist það við
þú veist, 0,1% dánatíðni, 1% eða 10%. Og þetta þarf að vera að inni og með bóluefni, þú veist, og fleira, og það þarf að vera miklu sko hnitmiðari skýringar. Já. Og svo fer maður bara að hugsa til Bandaríkjanna þegar að maður horfir á til dæmis Biden-stjórnina og hvernig þau misnótuðu vald sitt rosalega, að þetta hefur mjög augljóslega áhrif á kosningar og kosningaútkomu þegar þú getur verið að ráða því hvað fólk segir eða sér á netinu, af því að þú ert að filtera út ákveðna skoðanir og ert jafnvel að kenna hvað er rétt og hvað er rangt. En muni ekki eftir klippunum þegar allar sjónvarpsstöðvarnar sögðu sömu Jú, ég man þetta, það er svakalega. Safe and effective, safe and effective. Stækka alltaf. Það var bara greinleitt að það var einhvern veginn búið að forrita alla megin ströms fjölmiðla. Þannig að fólki var náttúrulega eðlilega hrætt við þessa veiru, trúði stjórnvöldum, en núna held ég að þessi kynslóð sem lendi í þessu sé skeptískari. Og það er bara þeir verða að nota eitthvað annað tricks næst en þeir eru að pæla í því, sko. Já, ég held að líka. Já, á þessa klippum. Á þessa klippu á tölvunni. Já. Jón, vildur þú henda einhver inn? Þú varst með... Ég ætlaði bara að segja að ef við ætlum í neyðarástandsumræðina þá þurfum við eiginlega bara að hjóla í hana. Já, heyrðu, við erum bara að gleyma henni. Köti Jak og neyðarástandinu í loftslagsmálum. Rúsínan í pilsenda. Já, allir taka þetta, já. Já, ég kannski bætu við einhverju mínútu við þáttinn til að geta gert í aðeins svona sæmileg skil ef að menn eru til. Okay. Það gerist sem sagt bara núna nýlega að það kemur fréttatilkynning frá nefnd sem er undirnefnd undir Alþjóðaheilbrigðisstofnunni, er undir forystu Katrín Jakobsdóttur og síðan er fullt af einhverjum fyrirverandi stjórnmálamönnum og áhrifafólki í nefndinni og held ég einn vísindamaður og síðan skora þau á stofnunina sjálfa að lýsa yfir neyðarástandi í heilbrigðismálum vegna loftslagsins og þetta er náttúrulega til þess að ýta undir mikilvægi þess að við tökum okkur á í loftslagsmálum og það sem hefur verið nýlega svona, þetta er búið að vera í undirbúningi síðan 2025 þessi nefndi búin að fulla í störfum og það kemur svona vöndu skýrsla frá þeim og ég las skýrsluna og síðan viðaukana og alls konar slíkt og það er einhvern veginn sagt leita líkur að því að fólk sé að deyja vegna loftslagsmála og það er þannig að kaflun mengun, það er náttúrulega mengun vegna bruna jarðefna eldsneytis og þá í Evrópu, þetta áviðum Evrópu, þessi tölfræði þarna, að það er að deyja 100.000 manna á ári vegna loftmengunar og loftmengunni getur bara verið svona nota olíu eða eitthvað kynda með kolum eða eldi við bara og það veldur sótmengun sem að síðan dregur þetta dauða þegar þú eru 90 ára gamall eða 80 ára gamall bara mengun og náttúrulega fyrir þá sem eru gamlir og konum með astma og svona þá getur þessi mengun reiði baknamunnin og þá er þau skrifað loftmengun og það er náttúrulega staðrendin er svo að þetta dauðsföll vegna þessara mengunar hafa dregið saman um 50% síðan 2005 vegna þess að loftið er hreinna, það er betri hreinsinni búnaður og neyðarástandið er með þeim hætti að það er búið að minkað 50%. Þannig að ég er áhugavert að lýsa yfir neyðarástandu þessu núna og eigum við að fara að draga úr ykkur þá það ætti að draga úr niðurgreiðslum á olíu meðal annars til húshitunar og það er verið að niðurgreiða olíu til húshitunar í þessum löndum þar sem hún er notuð vegna þess að fólk hefur ekki efnað að kynda húsið annars og deyr bara kulda þá sem er ekki gott fyrir Alþjóðaheilbrigðisstofnunina. Það var mikið fleiri dáið kulda heldur en hita líka. Já, 8 sinnum fleiri í Evrópu deyja úr kulda en hita og þeir sem deyja úr hita og ofþornun eða slíku er allir orðnir mjög gamlir og lasburða, eru væntanlega elli heimilum og fá ekki nóg að drekka eða það er ekki loftkæling á elli heimilinu. Þetta er ekki loftslagsvandamál. Í Bandaríkjunum miklu heitara og það er fólk ekki að deyja vegna þess að það fær nóg að drekka og það er kveikt á loftkælingunni. Þetta er bara hræðileg yfirsjón að láta fólk deyja úr hita í Evrópu. Hitin er aldrei svo mikill þarna, ég meina 40 stig, þú bara kveikjar loftkælingunni og gefur gamlingunum að drekka. Hann deyr þá okkur öðru, en ekki hita. Það er algjörlega fára. Rosalega langsótt. Og þú átt þá að við að fara hjóli vinnuna í þeirri vona að færi deyjur hitta á elli heimilinu, í staðin fyrir bara að gefa vatn og drekka og kveikja loftkælingunni. Skiljiði mig. Þetta er allt svona. Og síðan líka er einhver hafstraumur, amokstraumurinn sem færir hitta frá miðbaug til á norður hér til okkar og svo golfstraumur líka. Og þá stendur þarna að nú séu komin fram nýjar óbeinar vísbendingar
ný rannsókn sem sýnir að þetta sé líklegra en áður var talið til þess að breyta stefnu sinni og þá getur kóluna skyndilega í Evrópu og við verðum strax að hjóli vinnuna og hætta að nota bíla og flugvélar. Og þá fyrir ég að skoða þessa rannsókn sem þetta byggist á. Liður 22, fylgiskjal, fer hún í það, les sjálf á rannsóknuna, þá hafði ykkur komist að því, ykkur að með því að horfa á gervihnöttagögn og fylgjast með hvernig golfstraumurinn liðast með því að mæla yfirborðshitann í sjónum með gervihnöttunum. Síðan gervihnöttur byrja að geta mælt, það eitthvað 30 ára tími. Þá hann færist alveg til sko og þá svo segja þeir ok, gefum okkur nú að tilfærslan af golfstraumnum leiði til þess að amokstraumurinn víki fyrir. Gefum okkur það, svona forsenda. Reiknum svo líkan, þetta málið, þetta vísbendingin. Einhverjum datt í hug að gera eitthvað, gaf sér eitthvað, einhverjum forsendu, bjóð síðan til líkan sem ítrar eitthvað of mikið, kennst að því að nú sé þetta orðið líklegra en áður. Á sama tíma eru mælingar að mæla hversu mikið varma orka kemur með þessum straumi, bara raunverulega mælingar með baujum og hitamælum og gerunöttum og öllu. Það sína enga veikingu. Þráttur að það loftslag hafi raunverulega hlýna síðan og síðust áratugum, þá straumarnir ekkert að veikjast. En það alltaf að stíga fram menn sem eru mjög líkon og geta reknað út að himinin sé að hrynja. Og þar af leiðir eigum við bara núna að hætta að borða kjöt eða eitthvað. Þetta allt svona. Hvert að fætur öðru. Neyðarastandi byggir á þessu. Þannig ég held að við þurfum ekki að lýsa yfir þessu neyðarástöði. Reyndar okkar umhverfis, loftslags og orkumálaráðherra búin að strax taka undir þetta. Í alvörunni. Og fagna þessu. Hver aftur? Jóhannes Páll. Jóhann Páll. Já, Jóhann Páll, auðvitað. Jóhann Páll Hann nú með skarrið þarna í þessari ríkisstjórn. Það bara, hann bara fínn áhengi og mjög skarpur held ég. En hann algjörlega keyptur á þessi loftslagsmál og... Mér finnst hann ekki góður á þessu leiti. Hann hefur alveg sagt margt sem að veit í sko. Ég held ekki að hann hafi sögt sér onni í málið sko. Ég alveg viss það, ef hann myndi kynna sér allt sem stendur í sér bókirna hitamál, þá myndi hann breyta afstöðu sinni. En ég heldur samt ekki, þó hann væri algjörlega sammála öllu sem þú sagt, heldur hann hefði ekki samt bara tekið undir þetta, af því að fólk bara hrætt og fólk bara að kaupa þetta bull og þú veist, hann bara pólitíkus og hann langar að vera kosin aftur. Nei, ég held ekki. Ég held að, ég vil bara gefa hann alveg séns á því að þetta sé bara hans samfæring. Það sé samfæring. Það búið að heila þó að fólk í Íslandi frá barnæsku að þetta sé alltaf færi í skrúðu. Frá Al Gore kemur fram og síðan kemur bara í ljós þegar maður fer að skoða þetta betur og betur og betur að þetta heldur ekki vatni. Auðvitað að hlýna en það ekki að mannavöldum. Ég bara segja, ég held að þú rústir bara þínum pólitíska ferli í samfylkingunni ef að þú tekur ekki undir þar sem þetta kvöld segir. Já, það áttu alveg bjarta framtíð í Miðflokknum. Já, algjörlega, en Jóhann Páll vil ekkert fara þangað, hann hefur bara verið í samfylkingunni. Hann getur verið stjarna í Miðflokknum. Já, ég aldrei sé aldrei. Ekki spurning. Ég full að trúa á honum, ég held að hann býsna klókur stjórnmálamaður. Ég ekki að setja þetta á hann. En kannski nú. Eina sem hann með ranga skoðanir. Það eina sem það. Ég held sko, maður alltaf að mér þykir vænt alla þessar stjórnmálamenn sem eru ósamála mér. Þeim þykir ekkert vænt mig. Ég skil það vel að fólk getur haft ólíka skoðanir mér og allt það og það talar illa mig og telur mig eitthvað vilting. Ég líti ekki svo á það. Ég held að þetta sé, við erum öll hérna Íslendingar, bara þykja væntum alla á jörðinni og sérstaklega Íslendinga, þú veist, og hjálpa þeim að fóta sér betur í þessu, af því að það búið að þvæla mjög mikið í þessum málum og búið að birta fólki mjög mikið á röngum upplýsingum og röngum rannsóknum og það eðlilegt að það finnist að skrítið að hérna sé ekki fótur fyrir þessu. Það náttúrulega verið bara, þetta verið kent sem rétt skoðun í skólum. Mér langar að spyrja, finnst þið þú hafa orðið fyrir svona persónulegum kostnaði af því að segja það sem að þér finnst þið rétt og tala fyrir eigin samfæringu? Nei, þvert á móti. Nei, ok. Bara alls ekki. Ég meina, ég bjóst verið vesen út af þessari hitamálbók sko. En það hefur ekki verið, það bara, hún fekk 0 stjörnur ég held að hann hafi fengið verri dóma heldur en hún. Ég alltaf að býða þetta að koma með riddómum bókinu með SB, ég var vonað að fengið -5 að því að salan fyrir vist í gang sko þegar ég fekk þessar 0 stjörnur, þá bara vildi allir lesa bókina. En Jón, þú ert með eitthvað að loka með það ekki? Ég ætla að tala aðeins sem að frá sjónarhorni hins almenna plebba þegar kemur að þessum málum. Nú hef ég sko ég gæti eflaust kynnt mér eitthvað, ég bara hef ekki kynnt mér vísindin þarna í þessu, en ég þarf ekki annað að horfa á hegðun þeirra sem að predika hvað harðast fyrir þessu.
þú veist, hvernig ætti ég ætla að taka nokkuð dæmi, þú veist, allar þessar loftslagsráðstefnur, það koma allir á sínum einkaþotum og þú veist, Taylor Swift tala fyrir loftslagsmálum og hún á heimsmeti að ferðast á einkaþotum. Við erum að horfa á það þegar, þú veist, það er talað byrja að skammta vatn í Frakklandi út af þessu, þá er ekki skammta vatn á golfvelli ríka fólksins og bara, þú veist, listin er endalaus. Og ég er rosalega gaman ef einhver geti útskýrta fyrir mér, bara svona sem er á þessari línu, bara því með senda okkur hérna í þáttinn eða whatever, af hverju ég ætti til dæmis að hlusta, ég ætla bara að líka þessu núna við ef þú er með aðila sem var að tala gegn reykingum, en hann sæti upp á sviði og hann var reykt í pakka og meðan hann var að útskýra fyrir þér af hverju reykinga væri svona hættulegur og hræðilegur, þú ættir alls ekki að gera þetta. Þess, hvernig á ég að hlusta á svona mann, hvernig á ég að hlusta á Trudeau predika yfir mér, yfir hversu hræðilegt umhverfið er þegar hann ferðast 300 kilometra á einkaþotu til að fara á pönnukökuhátti í Kanada. Þetta er alveg dæmi. Þess, bara grínlaust, hvernig á ég að hlusta á svona fólk? Og svo fyndi sko, hérna, nú að nota þotu eldsneyti þá að rækta svona það er eitthvað pálmajurt sem er mjög olíurík og það hefur verið að ryðja regnskóga einhvers staðar í Indónesíu sko á stærð við flatarmál Íslands bara til þess að rækta þessa einu plöntu til þess að geta skipt út jarðefnaeldsneytinu sko sem er notað á þotur. Svo og hérna þetta er hræðileg sko náttúrunýð. Það var annars svona dæmi þegar að Evrópusambandið og fleiri ákveða að setja 10% etanól í hérna allt eldsneyti sko til þess að þynna út sko að þá byrjuðu að ryðja niður sko Amazon regnskóginum til þess að reyna að búa til sterkju. Þú veist þannig að þú veist það er svo mörg svona dæmi sko. Þetta er allt hérna mjög skrítið sko og ég held að þessi hræstni til dæmis eins og ég heyri það að menn segja sko ef að nú er Grænlandsjökull að bráðna, já hann er eitthvað bráðna og með sama hraða þá mun það taka hann 10.000 ára að hverfa. Það gleyma allir að segja það. Og hérna allir segja ef hann bránar alveg þá hækkar sjávarmálur rosalega og allir það er alveg rétt en það bara tekur 10.000 ár og þá á þeim tíma getur vel byrjað að kólna aftur bara vegna þess að það eru náttúrulega sveiflur og svo segja minni bara ef 1/4 af Grænlandsjökli hérna bránar þá erum við öll í vanda 2 metra hækkun eða eitthvað já en býtu hvað tekur það þá langan tíma 1/4 af 10.000 árum eru 2.500 já, þetta eru rosalega langi tímaferðlar og þú getur flúið þessa hækkun sjávarmáls bara með því að færa þeim 10-20 cm frá ströndinni þetta veit Obama þetta og allir og Bill Gates þeir eru allir hús við sjóin við sjávarmál já þetta er alveg rétt og bankarnir eru að lána fyrir þessu þannig ekki hafa þeir miklar áhyggjur af þessu en líka sögulega þá er sjávaryfirborð frekar hátt með við það sem hefur verið áður á öðrum tímum það er ekki lágt, ég er nokkuð viss um það já það hefur sko þetta er dóttir flókin saga með þetta sjávarmála því að eftir að jöklarnir fóru af svona byrja eftir að stóru ísöldun lauk fyrir 10.000 árum þá byrjaði náttúrulega sjávarmál að hækka sko. Og svo er þetta mjög flókið, sum lönd eru að hækka vegna bara landreks, þú veist það eru sum lönd eru að hækka og önnur eru að síga og þannig að þetta er ekki allstaðar eins en það góða er að Maldíveyjarnar sem áttu að vera svoknar sko í sæ þær hafa bara haldið sér en það var haldið nefnitt sko einhver ríkisstjórn Maldíveyja hélt fund og ég segi nú frá því hérna í hitamálbókinni sko ég held þessi mynda en þeir eru í kafarbúningum að halda fund neða sjá til þess að skora alla þjóðir að hætta að nota jarðefnaeldsneyti svo þau sökku ekki en svo kom bara í ljós að eyjarnar þær hafa ekkert sokkið og í rauninni er þetta sandrif, svona kóralrif sem bæta bara á sig jafnóðum. Eina sem hefur gerst að þar sem þið taka mikið sand veist, til þess að húsbygginga þar hefur þetta aðeins farið illa Virkilega gott Við erum konir með 2,5 tíma Jón Ertu með eitthvað? Ég er bara með þetta ennþá. Ég á bara, þú veist, mér finnst alltaf svo skrítið að það sé hérna verið að gera, þú veist, þeim mun meira sem þú kafar í þessi mál, þeim mun óhjákvæmilegra finnst mér að þú verðir efasemdamaður. Bara, og að það skuli virkilega vera þarna fólk eins og ég sá Egill Helgason var nú bara brjálaður hvernig fólk gat nú mótmælt þessu hérna neyðarástandsdæmi og það væri ennþá til loftslags afneituna sinnar og eitthvað svoleiðis. En þetta fólk gaggrínir aldrei æðstuprestana sína fyrir það að í rauninni gera fólki ómögulegt að fylgja þeim. Ef þú ert með bara vott af skynsemi, þá getur ekki fylgt fólki sem að er ekki að predika, praktisera þess að predikar. Þú ert ekki
sko, þú ert ekki að gaggrina kvöldlítarinn, sko, þú ert í Waco, þá ert ekki að segja að David Koresh, að hann sé eitthvað vondur þó að sé að taka í konuna þína, sko. Það bara... Já, akkurat. Þú veist, Já, þetta er bara dómdagsköld. Þeir eru náttúrulega bara á móti fyrir allsri hugsun. Það er náttúrulega bara nokkuð ljóst. Já. En Sverrir, þú með eitthvað að lókum? Nei, bara, takk. Bara frábært að fá þetta var virkilega áhugavert spjall. Þetta bara að vera ótrúlega fræðandi, já. Já, takk fyrir spjallið. Þetta er fín málefni og auðvitað hefum getað að tala miklu lengur þetta en ég hef haft gaman að þessu. Takk fyrir spjallið. Já, takk hérlega fyrir og takk fyrir að fræða okkur þetta og ég ætla kannski að minna á bækurnar. Við erum með bókinu með SB, hvað er í pakkanum eftir Frosta Sigurjónsson. Við getum nálgast hana á netinu og bókina Hitamál sem er loftslagsbreytingar. Skúp. Og við bara þökkum kærlega fyrir okkur í kvöld og takk fyrir mig. Takk fyrir.